þetta. Það þannig, og fyrirkomulega í kvöld, að við munum byrja, eða sá aðili sem byrjar neðstur á kjörseðlinum. Við sem tökum kjörseðlinn og fikurum okkur upp. Og sá sem neðstur sagði náttúrulega strax, já, þetta sárabót fyrir mig, vegna þess að ég það allir búin að kjósa þegar við komum neðst á kjörseðlinn. En ég selði ekki dýrar heldur en ég keypti það, hann fullyrti það, en ég held að sé nú ekki þannig. En hver og einn frambjóðandi fær 5 mínútur í framsögur, hvorki meirinni minna, en það má vera aðeins minna. Þannig að ég gef svo bara merki þegar að tíminn að renna út og þá þurfa menn að fara að ljúka máli sínu. Þannig að þegar allir eru búnir þá munum við hleypa nokkrum spurningum að. Það fer nú samt svolítið eftir klukkunni og tímanum. Við stefnum að því að slíta fundi ekki síðar heldur en korter yfir 10. 10 til korter yfir 10. Þannig að þetta bara skemmtilegt kvöld sem við eigum hér framundan saman. Ég vil þó taka fram líka sérstaklega fyrir þá sem eru heima að horfa, að hægt að senda inn spurningar líka á Facebook síðun okkar og við munum reyna að vakta það eftir fremsta megni. Annað sem mér langar að taka fram, af því að ég veit að gætis örlítið misskilnings, einhverjir eru ennþá á því að þú þurfur að vera fullgildur eða greiddur félagsmaður eða fullgildur félagsmaður sem allir eru, en þú þurfur að greiða félagsgjöld til að taka þátt í prófkjörinu. En það ekki svo. Það eru allir sjálfstæðismenn í Reykjavík sem að hafa þátttökurétt í prófkjörinu. Þannig að það sé nú komið til skila og ég biði ykkur sem að það heyrið endilega dreifið þig út líka enn frekar. En ég trúi því nú að frambjóðendur séu mjög duglegir við það akkurat núna. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Hann staðinn upp og sestur niður aftur, en sá sem byrjar Börkur Gunnarsson. Gjörðu svo vel. Sælt verið fólkið. Það eru mikilvægar kosningar framundan, núna í vor. Ég heiti Börkur Gunnarsson og ég býð mig fram á listan í vor í 3. sætið. Ég hef komið víða við á ævinni og bjó í 10 ár í útlöndum og 6 ár í Tékklandi og 2 ár í Þýskalandi og í rúm 2 ár þá vann ég fyrir NATO á stríðsvæðunum í Írak og Afganistan. Það kann að ljóma undarlega fyrir ykkur, en ég held að reynsla mín af því að vinna fyrir herforingjana í Írak og Afganistan geti komið okkur á notum. Ekki að ég held að þetta verði mjög blóðugt stríð þarna í vor, ekki minnst okkur svipað því sem var á þessum róstursvæðum. Heldur það sem ég lærði hvað best þarna í hernum var að minnka sitt eigið ego. Og ég held að sameinaður listi okkar sjálfstæðismanna með samheldnum hópi og með fólki sem áttar sig á því að því það ekki í fyrsta settinu og ekki oddvitin, að þá á þeirra ego kannski ekki vera stærst á svæðinu. Þetta eiginmaður, eins og var aðal vinnan á þessum átakasvæðum, að ýta undir herforingin. Að herforingin sé með allar upplýsingarnar og að hann fá að njóta sín og átta sig til þess að taka bestu ákvarðanirnar. Það mikilvægast. Liðsheildin mikilvægast. Og að oddvitin, hver sem hann verður, hafi sem besta upplýsingar í höndunum og að við, hin sem eru með honum í liðinu, hjálpum honum. Ég góður teamplayer og ég með sama markmið og við öll erum hér með, það að vinna kosningarnar í vor. Til þess að vinna þá þurfum við að vera samheldinn hópur sem vinnur að sama markmiðinu. Þannig held ég að reynsla mín á stríðsvæðunum komin til einhvers gagns í þessum kosningum. Við höfum þurft að þola 4 ár, tæp 4 ár af besta flokknum hér í Reykjavík. Þetta grín hjá þeim hefur kostað borgarbúa mikinn pening og það kominn tími til að þeir farið frá. Þegar sjálfstæðismenn voru við völd í borginni, þá var skorinn niður kostnaður. Hvers vegna? Það er því að sjálfstæðismenn bera virðingu fyrir einstakling, bera virðingu fyrir fyrirtækjunum sem eru í borginni, bera virðingu fyrir fólkinu sem eru að reyna að reka þessi heimili. Á þessum örfáu árum
sem að vinstrimenn í Bestaflokknum hafa ráðið borginni, þá hafa álögur á fjölskyldunar aukist, venjuleg meðalfjölskylda, 500.000. Við, þegnarnir, við erum best í það ákvað hvað þessi peningar eiga að fara. Við erum að berjast í bökkum til þess að reka fjölskyldu og fyrirtæki og hver einasta króna skiptir máli. Ekki gríni hjá Bestaflokknum í borginni. En við erum sammála þetta. Við þurfum fólk í borgarstjórnina sem ber virðingu fyrir borgarbúum. Ég kem úr menningargeiranum. Ég tel persónulega að Sjálfstæðisflokkurinn sé breiðfylking. Við erum flokkur alls fólksins. Við erum ekki einhver fámenn vínaklíka úr tónlistageiranum sem datt í huga að taka borgina sem enn eitt grínið. Reyndar svolítið gott grín hjá þeim, en það eru við sem eigum verið. Við höfum alltaf unnið með slagorðið stétt með stétt. Það er að það eru allar stéttir í okkar flokki. Við erum breiður hópur og ég held að manneskja og menningargeiranum, eins og er minn bakgrunnur. Ég stofnaði fyrirtæki árið 2004 sem fór í gegnum hrunið án þess að vera fallið. Það er menningarfyrirtæki engu að síður. Ég hef gert 2 bíómyndir, skrifað og leikstýrt þeim sem hafa unnið til alþjóðlegra verðlauna. Ég hef skrifað 6 skáldverk. Minn bakgrunnur er sérstaklega þar. Ég held að ég muni gera listan fjölbreytilega. Ef þau eru sammála, þá er ég tilbúin til þess að leggja mitt af verkum til þess að við sýnum borgarbúum að við séum breiðfylkingin sem á að stýra þessari borg. Mitt 7. verk er reyndar að koma núna til landsins. Það er nýtt skáldverk sem er borðið í Goðafossi. Það var reyndar eldfimt efni sem ég var að vinna með og skipið víst brann. En mannbjörg varð og það komst til Færeyja. Og vonandi þarf ég ekki að halda bruna útsölu. 20 sekúndur, ég hef mér alveg rosalega mikið sem að segja. Þá vindi ég mig bara strax í meginmálið, sem er það að við Sjálfstæðismenn erum að fara sameinaðir í þessu kosningar í vor. Við erum að sýna það að við erum að vinna fyrir fólkið. Það erum við sem berum virðingu fyrir einstaklingum. Besti flokkurinn, það er ekki nógu gott fyrir okkur. Við viljum langbesta flokkinn við stjórnvölinn og langbesti flokkurinn í Reykjavík er Sjálfstæðisflokkurinn. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Börkur Gunnarsson. Næstur er Björn Gíslason. Gjörðu svo vel. Já, gott. Ágæta Sjálfstæðisfólk. Við sem tökum þátt í prófkjöri viljum láta gott á okkur leiða og að þessu sinni eru 20 frambjóðendur sem bjóða sig fram. Allt hið mætasta fólk og er ég einn af þeim. Prófkjörsins í ár verður sennilega minnst sem hóflegasta prófkjör sem haldið hefur verið til þessa. Engin auglýsingaskilti við umfræðar eða risastórar auglýsingar á húsgögnum. Meira að segja sjónvarpsáhorfendur hafa ekki verið truflaðir við áhorf sitt með auglýsingum að nokkru nefni. Í þetta sinn munu áherslur mínar beinast að íþrótta- og æskulýðsmálum, að flugvöllurinn verði í Reykjavík og unnið verði að því að byggja hjúkrunarheimili í borginni. En áhugi minn nær einnig til skipulagsmála, en nýverið var kynnt nýtt aðalskipulag sem gildir til 2030. Það er mjög athyglisvert, svo ekki sem meira sagt, því að ekki er gert ráð fyrir að byggð verði einbýlishús í Reykjavík til ársins 2030. Hvað þýðir þetta í raun? Jú, þeir sem vilja byggja einbýli verða nú að flytjast til nágranna sveitarfélagana. Þetta er yfirleitt fólk með góðar tekjur og því er ljóst að borgin verður með þessu á gríðarlegum skatttekjum. Við verðum því að bjóða upp á meiri fjölbreytni í lóðaúthlutunum en segir í skipulaginu. Og hvað segir þar samgöngumál? Jú, engin mislæg gatnamót. Búið er að þurrka slíkar hugmyndir út af borðinu
þrátt fyrir að í Reykjavík séu 19 hættulegustu gatnamót landsins. Þetta þarna skoðunar, það er ljóst. Ég hef starfað sem slökkviliðs- og sjúkraflutningamaður frá 1981 og veit hversu mikilvægt það er að hafa flugvöllinn þar sem hann er. Flugvöllurinn er mikið öryggismál fyrir okkur öll og hvað er höfuðborg án innanlandsflugvallar? Reykjavík er höfuðborg allra landsmanna og það er ljóst að við erum ekki að fara að byggja nýjan flugvöll næstu árin. Reykjavíkurborg fær mikla tekjur af flugvöllunum og 400 manns hafa atvinnu beint og óbeint af honum. Yfir 70% Reykjavíkinga vilja hafa flugvöllinn áfram þar sem hann er og ég er algjörlega sammála þeim. Ég hef mikinn áhuga á íþrótta- og æskulýðsmálum og ég vil aukið aðgengi barna að íþrótta- og tómstundastarfi með þátttöku borgarinnar. Það kemur stöðugt betur í ljós að íþróttir er besta vopnið í baráttunni gegn ýmsum vágestum nútímans eins og offitu og hreyfingarleysi. Ótalar rannsóknir sýna að regluleg hreyfing bætir námsgetu og geðheilbrigði og er því besta forvörnin og því ætti að vera ljóst að þeir fjármunir sem fara til uppbyggingar íþróttamannvirkja er vel varið. Styrkur íþróttafélagana er okkar forvörn. Ég varpa fram spurningunni: eru öldrunarmál tabú? Núverandi meirihluti hefur ekki lagt krónu í byggingur hjúkrunarheimili í Reykjavík þrátt fyrir að biðlisti eftir hjúkrunarplási sé langur. Yfir 100 einstaklinga bíða úrlausnar sinna mála og eru margir þeirra í brýnni þörf. Slíkur hefur niðurskurðurinn í þessu málaflokki verið að heimahjúkrun annað beiðnum aðstoð í heimahúsum. En margt hefur þó verið velgert, en þó vantar mikið upp á. Reykjavík er ekki bara flugvöllur, ekki bara sjúkrahús. Reykjavík er ekki bara hjólreiðabrautir, ekki bara túristastaður. Reykjavík er fyrir fólk eins og okkur. Reykjavík er stærsta útvegsplás Íslands. Reykjavík er stærsta uppskipunarborg Íslands. Reykjavík er fjölmennasta bæjarfélag Íslands. Reykjavík er höfuðborg Íslands. Við verðum að hafa það í huga að höfuðborg Íslands ber ákveðnar skyldur. Í Reykjavík býr fólk eins og við, fólk með mismunandi þarfir. Tökum tillit til fólksins sem býr í Reykjavík og þeirra sem sækja til Reykjavíkur. Takk fyrir góða orð. Takk fyrir Björn Gíslason. Þá er það Björn Jón Bragason. Gjörðu svo vel. Kæru sjálfstæðismenn, af hverju gef ég kost á mér til borgarstjórnar? Umfram allt vegna þess að ég hef brennandi áhuga á Reykjavík og hef haft frá því ég var smástrákur. Það hreyfði þó loks við mér að fara í framboð eftir ég hóf að starfa með samtökum kaupmanna við Laugaveginn og sá með eigin augum hvernig borgaryfirvöld réðust af atvinnurekstri í borginni. En borgarmálin eiga að snúast atvinnumál. Þegar ég hóf undirbúa mitt framboð ákvað ég lesa í gegnum kosningastefnuskrá sjálfstæðismanna við borgarstjórnarkjör allt frá 1950 og fram til 1994, bláu bókina sem margir muna eftir. Þar var alltaf sama megin stefið, atvinnumálin, atvinnulífið. Hvernig getum við skapað skilyrði öflugs atvinnurekstrar? Velrekin fyrirtæki eru grundvöllur þess að við getum starfrækt góða skóla, bætt gatnakerfið og svo framvegis. Flugvöllurinn er atvinnumál og miklu skiptir að opinbera aðilar eyði þeirri óvissu sem ríkt hefur Reykjavíkurflugvöll og festi hann í sessi í Vatnsmýrinni. Mikil umræða hefur átt sér stað Reykjavíkurflugvöll á síðustu árum, en lítið hefur verið rætt framtíðar tækifæri í flugi og flugstarfsemi í Vatnsmýri. Svo óvissa sem ríkt hefur framtíð flugvallarins hamlar uppbyggingu frekari starfsemi, en ljóst er að sóknarfærin eru mikil, til að mynda í ljósi stóraukinna umsvifa á Grænlandi. Mikilvægi flugvallarins fyrir reykvískt atvinnulíf er ótvírætt og framtíðar flugvöllur í Vatnsmýri er eitt stærsta atvinnumál Reykvíkinga.
Núverandi borgaryfirvöld eru beinlínis andsnúin atvinnurekstri og svo andúð birtist víða, til að mynda í því að þrengja að höfninni, þrengja að umferðargötum og loka fyrir aðgengi að fyrirtækjum með færri bílastæðum, tilbúnum lóðaskorti og svo framvegis. Það sagði mér flutningabílstjóri á dögunum að hann var í klukkustund að aka fram og tilbaka frá Granda út í Sundahöfn að stærstum hluta vegna vísvitandi vanstilltra umferðarljósa. Það mun beinlínis auka hagvöxt að greiða fyrir umferðum borgina líkt og dæmin sanna víðsvegar heiminn. Nýtt aðalskipulag gerir ekki ráð fyrir neinum nýjum hafnarmannvirkjum. Samt liggur fyrir að þörf fyrir hafnarmannvirki mun aukast mikið á næstu árum vegna stóraukina siglinga í okkar heimshluta. Við þurfum að nýta þau fjölmörgu tækifæri sem norðurslóðum bjóðast á næstu árum og áratugum, því borgarmálin eiga að snúast atvinnumál. Lóðaskorturinn annað mál sem afar brýnt að verði bætt úr nú þegar. Það fullkomlega fráleitt að við skulum búa við lóðaskort í jafn stóru og strjálbýlu landi. Stærsta málið í stjórnmálum undanfarin misseri hafa verið húsnæðisskuldir almennings. En það bara að tala skuldarhliðina, ekki kostnaðarhliðina og það hvernig okurstefna borgaryfirvalda sem hófst í tíð Erlistans hefur ýtt undir þenslu á húsnæðismarkaði með þeim afleiðingum að stór hluti ungs fólks sér ekki fram á að geta nokkur tíma eignast húsnæði við hæfi nema að binda sig á næsta óviðráðanlega skuldaklafa ævina á enda. Við þurfum að grípa strax til aðgerða og taka stór óbyggð svæði undir íbúðabyggð og lækka til muna upphafsgjöld á fasteignir. Að öðrum kosti mun ungt fólk flytja til annarra landa þar sem það á þess fremur kost að eignast húsnæði við hæfi. Og við eigum nóg land, hvort heldur sem í Úlfarsárdal, á Geldinganesi eða úti á Sundunum. En ég hef verið mikill talsmaður þess að við reisum vistvæna og varkára byggð til að mynda í Viðey og Engey. Og ég meira að segja búin að finna stað fyrir félagsheimili sjálfstæðismanna út í Viðey. En umhverfismál hafa líka verið með sérlegarhugleikinn og með stór átæki í skógrækt getum við bætt lífsgæði okkar til mikilla muna. Mér langar semst að lofa betra veðri og betra verði. Og þegar hólminn komin þá snúast stjórnmálin betri lífsgæði, umfram allt betri lífsgæði. Sjálfstæðismenn ráku Reykjavíkurborg feikna vel áratugum saman. En því miður hefur ekki gætt nógu mikillar einingar innan borgarstjórnarflokks okkar undanfarin ár og í rauninni má segja að það ríki ástand líkt og góður maður lýst í því einu sinni, þar hver sáttahöndin upp á móti annarri. En við eigum að endurreisa sjálfstæðisflokkin í borginni til fyrri vegs og virðingar og stefna ótrauð á hreinan meirihluta. Og það allt hægt ef viljinn fyrir hendi. Kæru sjálfstæðismenn, við viljum fallegri borg, mannvænlegri borg, borg velmegunar, borg tækifærana, borg frelsis og sjálfstæðis borgarana. Að það verði hvergi betra að búa í heiminum en í Reykjavík. Áfram Reykjavík! Takk fyrir Björn Jón Bragason. Þá komið að Áslaugu Maríu Friðriksdóttur. Gjörðu svo vel. Komið sæl. Ég stend hérna í kvöld vegna þess að ég ákvað að gefa kost á mér í annað sætið á listanum í Reykjavík. Ég stend hérna líka vegna þess að ég vil vera í hópi þeirra sem mun taka slaginn í vor og ég vil vinna. Og ég held að við getum unnið. Ég búin að vera borgarfulltrúi nú í örfáa mánuði en hef áður áttur langan feril sem varaborgarfulltrúi og hef á honum náð að afla mér mikilvæga reynslu og mikillar innsýnar inn í málaflokkana sem við fjöllum í borginni. Fyrir utan það, þá ég með masterspróf í vinnusálfræði og tók á sínum tíma BA-próf í sálfræði frá Háskóla Íslands. Ég stofnaði fyrirtæki og hef rekið fyrirtæki í 12 ár og rek það enn. Og í gegnum þá reynslu veit ég að það eru svo margir kostir við einkarekstur sem við erum að missa af í rekstri borgarinnar. Og bara sá sveigjanleiki og hvernig maður getur brugðist mun hraðar við vandamálum það sem okkur vantar svo gríðarlega mikið. Þannig að ég held að við eigum fullt og stórt erindi inn í og með miklu meðbyr inn í kosningaslaginn í vor.
Helsta verkefnið á næsta kjörtímabili verður að hagræða eftir stórfellda sögu, meiri háttar mistakarsögu þess meiri hluta sem nú við völd. Það ekki ásandalegt að við hækkum gjöld eða skatta á fjölskyldunar í borginni. Það komið nóg, þær taka ekki við meiru. Það ekki ásandalegt að borgarfulltrúar stofni til skulda og taki svo greiðslurnar úr veskjum borgarbúa. Það ekki stefna okkar sjálfstæðismanna og við hana munum við standa svo sannarlega. Mér langar samt að ég ætla að hafa efni ræðu minnar mjög mikið velferðarmál. Vegna þess að ég tók það að mér í upphafi kjörtímabilsins nú að vera oddviti okkar borgarstjórnarflokks sjálfstæðismanna í velferðarmálum. Þetta búið að vera löng og ströng vinna og ég hef lagt mikið af mér til þess að kynnast þessu málaflokki vel. Því miður það svo að það fá ekki allir þjónustu í Reykjavík. Við erum með fatlaða, aldraða, fólk í miklum fíkni og áfengisvanda sem á biðlista eftir þjónustu eða bara bíður eftir því að fá nauðsynlega aðstoð við daglegt líf. Mjög alvarlegt því að sjá og finna að vísbendingar og í rauninni sannanir eru að við erum ekki að nýta fjármagni nógu vel annars staðar. Því á meðan dæmi það að það betra heima setið heldur en að taka starf á lægstu launum þegar við vitum að kjarni málsins snýst alltaf að reka kerfi sem hvetur fólk til að bjarga sig sjálft, þá illa farið með fé. Og þetta á að vera okkar mál. Við verðum að snúa af þessari stefnu til betri vegar. Nú svo komið að fjölskyldur í Reykjavík borga 440% meira bara til fjárhagsaðstoðar vandans heldur en fjölskylda að meðaltali á Akureyri. Og ef við lítum á höfuðborgarsvæðið þá borga fjölskyldur í Hafnarfirði 250% minna en fjölskyldur í Reykjavík að meðaltali. Þessar tölur að segja okkur eitthvað. Það að segja okkur það að við verðum að bregðast við þessum vanda. Við verðum að snúa af þeirri stefnu sem að meirihlutinn hefur í raun og veru ýtt af stað, sem sú að draga alla hvata til sjálfshjálpar út úr kerfinu. Það auðvitað mikilvægt að búa ekki til kerfi sem framleiðir vandamál. Það afar mikilvægt og algjört grundvallaratriði. Á næstu áratugum mun þjónustuþörfin í borginni vaxa gríðarlega mikið. Þetta vitum við bara vegna áætlana mannfjölda og annað slíkt. Öldruðum fjölgar og þjónusta við fatlaða hefur ekki haft nægilegt fjármagn hingað til. Þeir hafa verið vanþjónustaðir og það nauðsynlegt að bregðast við því að sjálfsögðu. Ef hins vegar við höldum áfram með óbreytt kerfi þá siglum við í strand. Þessi tíminn líður alltaf hratt. En algjört aðalatriði að við leggjum grunn að gerum breytingum á velferðarþjónustunni í Reykjavík. Annars blasir það við okkur að við getum ekki veitt fólki þjónustu og við munum standa uppi með kerfi eftir nokkur ár sem verður okkur einfaldlega til háborinnar skammar. Og það ekki það sem nokkur vill. Það eftirspurn eftir sjálfstæðisflokknum í velferðarmálum. Það eftirspurn eftir sjálfstæðisflokknum í borgarstjórn. Við eigum að vinna í vor. Takk. Takk fyrir Áslaug María Friðriksdóttir. Aron Ólafsson, gjörðu svo vel. Hei kæri gestir, það rosalega góð tilfinning að standa fyrir framan ykkur. En ég heiti Aron Ólafsson og ég sækist eftir 4. til 5. sæti.
Ég sat í stjórn Samband ungra sjálfstæðismanna árin 2005 til 2007 og í dag formaður fjallsins nemendafélags jarðvísinda, land- og ferðamálafræðinema við Háskóla Íslands. Ég sitt líka fyrir hönd grunn- og framhaldsnema í stjórn sviðsins, verkfræði- og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands og mín helstu málefni eru jafnréttismál, skynsamleg uppbygging ferðamála, umhverfis- og skipulagsmál. Ég þreytist ekki á að minnast á hópverkefnið sem ég var í sem átti svo stóran þátt í því að ég opnaði augum fyrir því mikilvægi að hafa jafnréttismál á oddinum. Þegar ég var að vinna hópverkefni í stjórnunaráfanga í Háskóla Íslands að þar sem starfsmaður hafði val að tilkynna galla vöru til forstjóra eða ekki, að þá höfðu hópmeðlimir mínir ákveðið strax að forstjórinn væri karlkyns, án þess að hefði verið minnst á kyn eða nafn á þessum forstjóra í verkefninu. En það sem sérstaklega áhugavert er það að allir hópmeðlimir mínir voru stúlkur og þetta er skýrt dæmi hvernig staðalímyndir okkar eru líklega til að hefta okkur. Því að þú getur ekki séð sjálfan þig fyrir þér í starfinu, þá er líklegt að þú komist ekki þangað. Það var leiðin löng. Í borginni er 8,5% kynbundinn launamismunur og hann fer versnandi. Hann var 7% árið 2010. En yfirmenn afsaka með að benda á það að konur biðja síður launahækkanir. Og ef þetta eru svörin, þá er rót vandans væntanlega viðhorfið. Þessi ósýnilegu veggur sem hamlar körlum að fara í umönnunarstörf og konum að verða leiðtogum. Ég vil beita mig fyrir því að koma fræðslu inn í grunnskólana þar sem við getum eytt staðalímyndum. Það sem að gleymist oft í þessar umræðu er það að Sjálfstæðisflokkurinn hann var leiðandi í jafnréttismálum. Við vorum í meirihluta þegar jafnréttislögin eru samþykkt árið 1976. Fyrsti borgarstjórinn, Auður Auðuns. Fyrsti ráðherrann, Ragnhildur Helgadóttir. Sjálfstæðisflokkurinn hefur alla burði til þess að taka þennan málaflokk og vera leiðandi í honum aftur. Og þegar kemur að ferðamálum, þar held ég við getum öll verið sammála það að ferðamálaþjónusta hafi lífgað upp á miðborgina. En ég tel að við þurfum að kalla fyrir rannsóknum á áhrifum ferðaþjónustu á borgarbúa. Og þar getum við nýtt betri hverfi, eða betri Reykjavík verkefnið. Ég hef bent á þá afleitu hugmynd að byggja hótel andspænis Alþingis. Þetta gjörbreytir ásýnd Austurvella. Sjáðu ykkur fyrir ykkur hversu dapult að verður þegar ferðamenn fara úr hópferðabílunum eða stóru jeppanum og labbin á Alþingi til að tjekka sinna hótelið. Afsaki herra, hótelið er næstu dyr. Einnig hef ég bent á íbúabyggð við gömlu höfnina. Íbúabyggð og iðnaður og þessi blómlegi ferðaþjónustu iðnaður sem hefur verið á höfninni og einnig hafnsækin atvinnustarfsemi, það fer ekki saman. Íbúabyggð mun á endanum fæla iðnaði í burtu. Og þetta þurfum við að passa því að hvert fer hafnsækin iðnaður, hann sækir á aðra höfn og hvað eru aðra höfnar að sækja? Líklegast í nágranna sveitarfélögum okkar. Þetta er mjög einfalt. Reykjavíkurborg þarf að passa upp á atvinnustarfsemina. Og í umhverfis- og skipulagsmálum, þegar kemur umhverfismálum, þá er kannski bara best að benda á umhirðu borgarinnar. Og ég er ekki bara að tala slátturinn, þó svo hann sé rosalega mikilvægur og hefur drappast niður síðustu ár. Og það sjá allir. Þá er ég einnig að tala útivistarsvæðin, þessi grænu svæði, rólóvellina. Ég ólst upp í Ártúninu og lék mig mjög mikið á rólóvelli sem heitir Abaróló. Nú efast ég það að margir þekkjan, en nafni segir sér svolítið sjálft. Þarna var vegleg Abaróla og korfuboltavöllur sem voru sjaldsér á þessum tíma. En með árunum þá hefur þessi staður drappast svo mikið niður og í dag þegar þú kemur hérna, það er engar körfur á korfuboltavellinum. Arfinn er búinn að éta sig í gegnum fyrrum leikvöllin og það er engin Abaróla eftir í Abarólinni. Í dag er þetta einungis hættulegt svæði fyrir börn sem búið að drappast niður og það er fullt af svona svæðum sem við þurfum að huga að. Þegar kemur að öruggari borg, þá þurfum við einnig að huga börnunum og við þurfum börnin okkar eiga ekki að þurfa að labba yfir stórar umferðargötur á leið í skólan. Það þarf að byggja göngubrýr og undirgöng fyrir börnin svo að við getum verndað börnin okkar, því að þarna verða mikið af slysum. En Sjálfstæðisflokkurinn er breiðfylking og ég tel að þegar við göngum til kosninga á laugardaginn, þá þurfum við að hafa það í huga. Ég heiti Aron og ég vil betri Reykjavík. Takk fyrir. Takk fyrir Aron
Ólafsson, þá það Örn Þórðarsson. Gjörðu svo vel. Ágæta sjálfstæðisfólk, það þekkja mun og væntanlega ekki allir hér en fjölgar sem betur fer þeim sem þekkja mig. En ég hef sérst unnið af málefnum sveitarfélagi 15 ár og alltaf á landsbyggðinni. Síðast var ég sveitarstjóri í Rangárþingi ytra. Ég fengi góða og verðmæta reynslu úr þessum störfum sem ég vil núna nota í Reykjavík. Hér ég fæddur og uppalinn og hér vil ég eiga heima. Mér finnst það mjög ánægilegt að sjá hversu samhöfð við frambjóðendur erum. Við erum eiginlega öll með sömu mál, sömu áherslur og sömu leiðir. Komum betur að því seinna. Því allt snýst þetta forgangsröðun í mínum huga. Forgangur númer 1, 2 og 3 að taka á fjármálum og rekstri borgarinnar. Án þess verður ekkert annað gert. Við verðum að hafa efni á því að gera vel. Það verður ekkert skemmtilegt eða auðvelt að leggjast yfir bókhaldi. Það þekki ég. Það þarf að skoða hverja einustu færslu og spyrja, eigum við að eyða í þetta eða ekki. Það getur ansið mikið safnast utan á sveitasjóð, fita og froða eins og það stundum kallað. Þetta verður erfitt og kannski flókið að fara í þessa vinnu, ég þekki það, en það þarf samt að gera það. Þetta leiðindaverk að ég treysti mig til að fara í það. Það ekki hægt að bíða og vona allt lægist að sjálfu sér. Og það ekki hægt að segja að hagræðing og niðurskurður kom ekki til með að hafa neinn áhrif. Það ekki þannig. Ég vil fara vel með það sem ég á og enn betur það sem aðrir eiga. En best með það sem mann trúað fyrir. Þannig ég. Ég vil fara vel með sveitasjóð eða borgarsjóð, nota peninga almennings íbúana vel. Ég vil ekki eyða í vitleysu. Því miður gerist það allt og oft að sveitasjóður að borga fyrir alls konar vitleysu. Hvernig heldur fólk að það sem borgarsjóð? Reykjavík 70 sinnum stærra en Hella, skildi vera 70 sinnum meira eitt í vitleysu í Reykjavík? Nei, ég viss að það sé 140 sinnum meira eitt í vitleysu í Reykjavík. Það því að nógu að taka. Það sem sagt forgangsmál nummer 1 í mínum huga að taka til í rekstri borgarinnar. Á þess verður ekkert gert í hinum málunum, stórum málunum. Við þurfum að eiga vel fyrir því að gera hlutina góða þar. Við þurfum að eiga fyrir því að bæta skólana, skólastarfi sjálft, skólabyggingarnar sem ekki fengi viðhald. Við þurfum að efla hverfin, hinn fjölbreyttu og ólíku hverfi í borginni. Það vilja ekki allir búa í miðbænum. Við höfum að efla hverfin með því að auka þjónustu í niðum. Þannig að þessi stutt að fara. Stutt að fara eru gæði. Það þekkir maður vel út af landi. Að þessi stutt að sækja það sem maður vantar. Stutt að fara því líka þegar það fljótlegt að sækja það sem mann vantar. Þess vegna þarf stórt átak í umferðar- og samgöngumálum. En það fyrst og fremst að horfa í framkvæmdir við stofnbrautir. Ekki bara það að sé mest áríðandi, heldur ekki síður að þær framkvæmdir á forræði við að gera þarannar og því ríkisins að borga þær að stæðstum hluta. Það finnst sveitarstjórnarfólki áhugavert að láta ríkið borga. Mér líka. Ég vil ekki hatast út í einkabílinn, ekki þvinga umferðinni í íbúðahverfi með tilheyrandi slysahættu og ég vil ekki þvinga fólk til að hjóla. Ég á móti því að þvinga fólk og refsa. Ég vil enga síður hvetja fólk til að hjóla og ganga. Ég vil styðja við íþrótt- og æskulýðsstarf, félagsstarf aldraðra og málefni fatlaðra. Gera vel í öllum málum, velferðarmálum, umhverfismálum og atvinnumálum. Ég vil ekki hækka álögur að skatta. Ég vil að gjaldtaka fyrir þjónustu sé í hófi. Við getum ekki endalaust haldið áfram að senda reikningin út í bæ til íbúana. Já, og ég vil hafa flugvöllin áfram þar sem hann en það ennþá stærsta málið. Reykjavík langstærsta sveitarfélagið, samt hér ekkert sem heitir stærðarhagkvæmni. Hvernig skyldi standa á því? Áhugaleysi eða bara hræðslega að taka á málunum? Það verður engin vinsæll á að skera niður. Ég ekkert að leita eftir því að vera vinsæll, ég hef áhugað því að gera gagn. Mér finnst sveitarstjórnarmál áhugaverð, þar hefur að fást við mál sem standa fólkinu hvað næst. Ég vil nýta reynslu mín og þekkingu og kjark og þor og dug. Það búið að vera skemmtilegu tími að kynna sig fyrir fólki í Reykjavík. Það líka gaman hvað frambjóðendur eru samstæða með sömu mál, sömu markmið, sömu leiðir. Það mjög mikilvægt að vera samstiga. Án þess næst engin árangur. Það þekki ég. Það fylgir engin sundurlausum hópi. Ég vil vera hluti af samstiltum og samhendum hópi. Ég trúa því að Sjálfstæðisflokkurinn vinni traust fólks og náum góðum árangri í kosningunum í vor. Ég vil vinna með góðu fólki og gef því kost að mér á lista Sjálfstæðismanna í prófkjörinu á laugardaginn. Takk fyrir mig.
Takk fyrir Örn Þórðarsson, þá var það Viðar Guðjónsson. Gjörðu svo vel. Fundarstjóri, ágætu samherjar og vinir. Það er vandfundið það prófkjör sem hefur verið flokknum jafn mikilvægt og það sem nú fer fram næstkomandi laugardag. Eftir allt og mörg ár af óráðsíð í borginni, 4 ár af vinstri stjórn, fleiri af óstjórn, skiptir það í raun sköpum að Sjálfstæðisflokkurinn komi sterkur út næstu kosningum með stefnufastan flokk borgarfulltrúa. Málin eru mörg og baráttan krefjandi, en gerum okkur grein fyrir því að það er ekki nema rúmlega 20 ár frá því að Sjálfstæðisflokkurinn fagnaði sínum stærsta sigri hér í Reykjavík, þá undir forystu Davíðs Oddssonar. Þeim sigri var náð með málefnalegum stöðugleika, stefnufestu og ábyrgum stjórnarháttum. Flokkurinn þarf að róa aftur á þessi mið. Sagan styður það sjónarmið að Reykjavíkurborg hefur vegnað best þegar Sjálfstæðisflokkurinn hefur völd, stefnufastur og ákveðinn. Umræðan flugvöllin heldur áfram og í nýju samkomulagi stefnir allt í að einka- og kennsluflugi verði úthýst af vellinum árið 2016 og að neyðarflugbrautinni verði lokað nú komandi áramót. Til að mín afstaða í þessu mikilvæga máli komi skýrt fram, þá er það hreint út sagt ekki boðlegt að loka neyðarbrautinni. Reykjavíkurflugvöllur á að vera rekinn til frambúðar í Vatnsmýri eins og nú með 3 flugbrautir. Í þessu mikilvæga máli er mikilvægt að flokksfulltrúar mæti stefnufasti til leiks og virði samþykktir landsfundar. Málefnalegur stöðuleiki í stórum málunum hefur nefnilega í alla tíð verið stoð Sjálfstæðisflokksins. Kæru vinir, eins og áður var sagt, málin eru mörg og baráttan er krefjandi. Að borgarbúar þurfa að sitja í umferðarteppu dag eftir dag er ekki bara tímaþjófnaður sem hefur verulegan kostnað í för með sér, heldur valda umferðartafir aukinni mengun vegna þess að bíl sem fer bara fetið í umferðarteppu eyðir meira eldsneyti en hefðbundinn akstur væri að ræða. Slík sóun á eldsneyti er engum til góðs. Mikilvægastu framkvæmdirnar sem hægt er að fara út í til þess að auka skilvirkni umferðar í Reykjavík er Sundabrautin og fjölgun mislægra gatnamóta. Koma þá gatnamót Kringlulegarbrautar og Miklubrautar fyrst upp í hugan. Til þess að flýta fyrir komu Sundabrautar mætti vel skoða hvort einhverjar útfærslur af einkaframkvæmd væri hentugt fyrirkomulag. Samhliða þessum atriðum þá þarf að leggja aukna áherslu á atvinnuuppbyggingu í austurhluta borgarinnar. Með því má minnka þá umferð sem streymir í átt að miðbænum og stuðla að fjölbreyttu lífi borgarbúa. Vel væri hægt að sjá fyrir sér blómlegt líf í austurhlutanum með aukinni verslun, fleiri kaffihúsum, með breyttum áherslum í byggingastíl og öllum til hagsbóta. Þá mætti skoða þá góðu hugmynd að hvetja til aukinna verslunar og þjónustu á ákveðnum svæðum með markvissum aðgerðum, til dæmis með svæðisbundinni lækkun á fasteignagjöldum á þá sem taka slaginn. Ágætu samherjar, við atkvæðagreiðslu í prófkjörinu þurfa kjósendur að hafa tvennt í huga. Að velja sér góðan leiðtoga og að velja þá frambjóðendur sem eftir á koma með þeim hætti að nýju fólki sem gefur möguleiki á að geta sannað sig á næstkomandi kjörtímabili. Þannig finnast leiðtogar. Það er hægt að endurvekja hérna gömlu tíma þegar flokkurinn var með hreinan meirihluta í borginni. Það er hægt með því að velja ungt fólk sem er fullt af eldmóð, stefnufestu og ber virðingu fyrir landsfundarsamþykktum á lista flokksins í komandi prófkjöri. Ég get lofað ykkur því að ef þið gefið mér tækifæri, þá mun ég gera það með miklum krafti. Ég mun sanna mig, ég mun leggja mig allan fram, ég stefni hátt og ég get lofað ykkur því að ég mun stefna enn hærra að 4 árum liðnum. Fyrir flokkinn,
og fyrir borgina. Takk fyrir Viðar Guðjónsson. Þá er það, já. Já. Það er Sigurjón Arnórsson. Er hann ekki einhver staði? Jú, gjör svo vel. Já, ég heiti Sigurjón Arnórsson. Ég er með BA-gráð í hagfræði, heimspeki og stjórnmálafræði og meistaragráð í alþjóðaviðskiptafræði. Ég hef unnið mörg viðskiptatengt störf sem dæmi við útflutning íslenskum æðdún og hjá alþjóðlegum hlutabréfasjóðum. Ég sit í stjórn félags sjálfstæðismanna í Skóg- og Seljakverfi og er kosningastjóri í síðustu alþingiskosningu fyrir félags sjálfstæðismanna í Breiðholtinu. Ég flutti erlendis þegar ég var 6 ára gamall og ég búið í nokkrum löndum og borgum. Maður lærir mikið af því að lifa svona alþjóðlegum lífstíl. En vegna þessa flaks er íslenska mín því miður ekki eins góð ég myndi vilja og það er einn af mínum veikleikum. Í gær á mínum heimvelli í Breiðholtinu sýndi ég þennan veikleika þegar ég flutti mínu fyrsta ræðu íslensku. En þá eins og nú sýn líka einn af mínum kostum. Það er hugrekki. Hugrekki er eiginleik sem ég hef. Ég þora að halda mína fyrstu ræður á íslensku fyrir framan allar sjálfstæðisflokkinn. Ég þora að gera það sem þarf til þess að skera niður á rekstur borgarinnar. Ég þora að segja að ég vil mynda framtíðarstefnu að flugvöllurinn verði áfram í Vatnsmýrinu. Ég þora að íhuga hvort það sé fjárhagslega skynsamlegt að bjóða þjónustu eins og sortpurningu út í einkarekstur. Ég þora að segja að mér finnst það allt í lagi að hafa kristnafræðikennslu í grunnskólanum. Ég þora að gera það sem þarf að gera til þess að ná þeim árangri sem við viljum ná. Ég er sjálfstæðismaður af því í gegnum tíðina hefur sjálfstæðisflokkun gert það sem er best fyrir almenning. Við þorum að treysta almenning til þess að vera frjáls í sínum persónulegum ákvörðunum. Við þorum að skera niður þegar það er skynsamlegt og við þorum að gefa frjáls markaðunum ábyrgð sem aðrir stjórnmálaflokkar gera ekki. Þegar ég fór í þetta framboð þá sagði félagsformaður minn að það mikilvægasta sem ég geri er að vera einlægur. Með hverjum degi skil ég betur af hverju hann sagði þetta við mig. Ég hef barist fyrir Sjálfstæðisflokkinn, Ísland og Reykjavík í gegnum mitt starf hjá okkar hverfisfélaginu í Breiðholtinu og ég stað mig vel í því. Ég er ekki fullkominn og ég hef ekki öll svör, en ég elska Ísland, ég elska Reykjavík og ég elska Sjálfstæðisflokkinn. Það brennur í mér að sýna landinu fyrir hvað við stöndum og vera ykkar fulltrúi í borginni. Annar kort sem ég hef er frekar óvenjulegur í stjórnmálum. Sá kostur að tala lítið og stutt. Takk fyrir að berjast fyrir hagsmuni Íslands, takk fyrir að leyfa mér að taka þátt í ykkar starfi og takk fyrir að kjósa mig þann 16. nóvember. Takk. Takk fyrir þetta Sigurjón Arnórsson. Þá er það Rafn Steingrímsson. Kæru sjálfstæðismenn, Rafn Steingrímsson heiti ég og ég býð mig fram í 4. til 5. sæti í prófkjörnu á laugardaginn. Ég er nemandi í tölvunarfræði við Háskóla Íslands og hef einnig lokið 3 árum í lögfræði við sama skóla. Ég hef tekið þátt í starfi sjálfstæðisflokksins frá því að ég var í menntaskóla. Ég var kjörinn í stjórn SUS árið 2009 og seti í framkvæmdastjórn frá 2012 og er nú 2. varaformaður sambandsins og sé útgáfustarfsemi fyrir sambandið. Ástæðan fyrir ég býð mig fram er í raun bara svo að ég hef brennandi áhuga á borgarmálunum og held að borgin og samfélagið allt standi í raun og vera ákveðum tímamótum sem eru mjög spennandi. Að minnsta kosti er ég í raun og veru bara guðslefandi fegin að vera upp á þessum tíma. Ég held að það hafi aldrei í mannkynssögunni verið skemmtilegt að vera á lífi. Við upp að þessa breytingaskeið sem að upplýsingatæknibyltingin mun hafi fyrir með sér. Það er sjaldan verið jafn mikið nýsköpun og er akkurat núna. Þeir sem eru að hefja sinn háskólaferil í dag eru mjög líklega að mennta sig fyrir störf sem eru ekki einu sinni til í dag. Störf sem eftir að finna upp. Það skapast til að mynda 1000 störf á ári í hugbúnaðargeiranum. Það eru 10.000 störf á ári. Og flest þessara starfa munu að öllum líkindum verða í Reykjavík. Þannig að Reykjavík í dag er miðpunktur þessara atvinnusköpunar. Ferðaþjónustan, hugbúnaðargeirinn
og önnur nýsköpunarfyrirtæki eru allt atvinnugreinar sem að munum vonandi vera stoðgreinar í íslensku atvinnulífi á komandi árum. Við þurfum gott og öflugt borgarsamfélag til þess að styðja við þessar atvinnugreinar. Verðmætasköpun og atvinnulíf er nauðsynlegt til þess að halda uppi góðu borgarsamfélagi. Og út af þessu öllu hefur það aldrei verið mikilvægari nú að sjálfstæðisstefnan lága skatta, einkaframtak og einstaklingsfrelsi verði höfð að leiðarljósi við uppbyggingu Reykjavíkur. Á komandi kjörtímabili verður líka mjög mikilvægt að lækka skatta, að lækka útsvarið, lækka fasteignaskatta, helst afnema þá ef við getum. Taka til í rekstri. Það gengur ekki að Reykjavíkurborg eyði milljörðum í alls konar gæluverkefni eins og hann Örn sagði, örugglega 140 sinnum meira en á Hellu. Af hverju erum við að reka ráðstefnuhús? Af hverju erum við að skattgreiðendur Reykjavík að leggja ljósleiðar í öðrum sveitafélögum en Reykjavík? Og það er ekki bara það, við þurfum líka að hugsa fyrst og fremst í raun og veru buddu Reykjavíkinga. Minni peningar á Reykjavíkurborg þýða, svona samkvæmt þeirri starffræði sem ég kann, meiri peningar hjá Reykjavíkingum, þar sem að Reykjavíkurborg hefur bara tekið af sköttum. En ekki bara það, Reykjavíkurborg auðvitað að vera skipulögð þannig að allir sem vilja búa hér geti það. Til dæmis þurfum við að þrýsta á ríki að það breyti fáránlegum húsnæðisreglugerðum, að þú þurfir að búa í, það má ekki byggja hús nema þessi 55 fermetrar og þú þurfir að vera með þvottahús í öllum húsum. Þetta gerir það bara verkum að það er ekki til ódýrar íbúðir fyrir ungt fólk. Og líka bara það að við þurfum að byggja borg fyrir bæði þá sem vilja keyra og þá sem vilja hjóla eða ganga. Íslensk fjölskylda, venjuleg íslensk fjölskylda, eyðir mun meira í samgöngur heldur en gengur að gerist á nágrannalöndum okkar. Þannig við eigum að skipuleggja borginu þannig að fólk geti haft val samgöngumáta. Að hver fjölskylda þurfi ekki að eiga 2 bíla. Við höfum ekki að þvinga fólk til þess að eiga ekki 2 bíla. Fólk má eiga eins marga bíla og vill, það má eiga 7 bíla mín vegna. En það snýst að það sé möguleiki fyrir fólk að eiga bara 1 bíl eða jafnvel engan. Það sé möguleiki að hjóla að ganga. Og hvernig gerum við það? Við gerum það með því að þétta byggð, með því að skipuleggja hverjum þannig að það sé stutt í verslun og þjónustu. Og því markmiði verður aðeins náð með því að þétta byggð, til þess að verslun og þjónusta geti þrifist inn í hverfunum. Sjálfstæðisstefna snýst frelsi, ekki bara í viðskiptum, heldur líka í persónulegum málum. Hún snýst að fólk fá að velja sér það lífstíl eftir því sem þeim hentar og að fólk fá líka bara almennt að vera eins og það vill. Margbreytileiki mannlífsins verður ekki tryggður með stjórnarskráðakvæðum. Hann verður best tryggður og raun aðeins tryggður í frjálsu samfélagi og Reykjavík er mikilvægur partur af því. Takk fyrir. Takk fyrir Rafn Steingrímsson. Næstur er Ólafur K.R. Guðmundsson. Gjörðu svo vel. Já, fundastjóri, góðir félagar. Ég heiti Ólafur Kristinn Guðmundsson og býð mig fram í 4. sæti í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Ég er 57 ára gamall, Reykvíkingur í húð og hár. Fyrstu árin var ég í Vesturbænum en síðan ólst ég upp við Elliðavatn, þar sem Norðlingaholtið er núna. Það tilheyrir það víst Árbæ. Síðan bjó ég í Seljakverfinu, þá ætli ég gerðist Grafarvogsbúi þar sem ég niður komið nú. Þannig að það má segja að ég sé svona svolítið ljaðarmaður í Reykjavík allan svona í seinni árin. Ég er kvæntur Sigrúnu Konráðsdóttur, við höfum 3 uppkomin börn og 4 barnabörn. Ég er elstur 5 bræðra, hjónan Ólafur Ólafsdóttur og Guðmundar Guðmundssonar, oftast kenndan við trésmíða Víðir. Frá honum hef ég reyndar flestað í mínum viðhorfum og gildum í lífinu. Það var þess vegna ekki framhjá því komist að gerast sjálfstæðismaður, en ég hóf að fylgja höfðum mínum á landsfundi Sjálfstæðisflokksins á tímum Bjarna Benediktssonar. Þá var ég 10 ára gamall og ég hef sótt nánast alla landsfundi síðan. En helsta baráttumál mitt verða samgöngu og skipulagsmál fyrir allar tegundur umferðar. Umferðaröryggi, hagkvæmni og uppbygging samgöngu mannvirkja verða efst á baugi ásamt umhverfismálum sem tengjast samgöngum og umferð. Reykjavík hefur liðið mjög undanfarin ára vegna stefnuleysis í þessum málaflokki og dregist langt aftur úr nágrannasveitarfélögunum. Þar nægir að nefna frágang gangbrauta sem til hábarna skammar í Reykjavík svo eitthvað sem nefnt. Ég get nefnilega ómögulega sætt mig við það að mikill fjöldi samborgara minna slasist alvarlega og láti lífið í umferðarslysum þegar ég veit að við getum komið veg fyrir þær hörmungar. Þegar ég var að alast upp, þá var það árlegu viðburður að heilu skipshafnirnar færi í sjóinn. En með markvissum aðgerðum var þeirri vá nánast útrýmt.
sama átak varðandi umferðina og við getum náð sama árangri eins og varðandi sjóslýsin, á því ekki nokkur vafi. Það er óásættanlegt að tugur manna látist í umferðinni árlega að meðaltali og hundruði slasist og sumir örkumlist. Næstum helmingur þessara slysa er á höfuðborgarsvæðinu og langstærsti hlutin í Reykjavík. Ef við miðum við slys á hjólandi og gangandi vegfarendum er staðan miklu verri. 3/4 þeirra sem slasast í þeim tegundu slysa er á höfuðborgarsvæðinu og langflest í Reykjavík. Við þetta bæta síðan umhverfismálin sem af umferðinni leiða. Það er oft talað svifryk og í því sambandi er nagladekkjum kenndum. Vissulega eiga þau sinn þátt en stærsti sökudólgurinn í þeim efnum er Reykjavíkurborg sjálf. Með aðgerðaleysi sínu varðandi viðhald, skipulag og þrif á götum. Borgin rekur eigin malbikunarstöð þar sem gæði afurðarinnar er aukaatriði. Það sýnir sig gífurlegu slit á götum, vatnsfylltar ásirnar, svifrykið og allt það er sönnum þess. Það er svo núverandi stjórnvöld í Reykjavík hafi gleymt til hvers umferðin er. Umferðin fyrir fólk sem notar bíla og önnur samgöngutæki til að lifa sínu lífi á sem bestan hátt. Umferðin er nefnilega eins og hvernur veita, eins og vatnsveita og hitaveita og þess vegna þurfum við nýja hugsun í samgöngumálum sem samanstendur af hreyfanlegri umferð, hagkvæmri umferð, hreinni umferð, hindrunarlausri umferð, hljóðlátri umferð og umfram allt hættulausri umferð. Það helstu aðgerðir sem ég með bet mig fyrir í þessu efni eru þessar. Það er fyrsta lega að gera umferðarmódel af höfuðborgarsvæðinni í heild sinni með betra flæði eða leiðarljósi og þetta að gera áður við förum í einhverju stórframkvæmdir eins og Sundabraut eða annað, það er að átta sig á því hvernig landið liggur. Við höfum taka upp samninginu með engar framkvæmdir við ríkið til 10 ára í umferðarmála Reykjavíkur með umferðaröryggi að fyrirrúmi, koma framkvæmdum á stað og það þýðir atvinna. Við þurfum að fara í átak í útrýmingu svörtu slysablettana og lagfæra slysamestu göturnar og gatnamótin. Og eitt af því sem við getum gert strax næsta vor það er að taka til í gangbrautamálunum, mála sebrabrautirnar sem við eigum að gera samkvæmt lögum, setja upp gangbrautamerki sem eiga að fylgja þeim, lýsingu og þar fram eftir götunum. Að lokum þá vil ég þakka meðframbjóðunum mínum fyrir skemmtilega vikur í þessu prófkjöri og góða viðkynningu. Þetta er flottur hópur og öll saman munum við sigra kosningarnar í vor saman hvernig niðurstaðan verður á laugardaginn. Við skulum þjappa okkur saman bak við þá sem ná kjöri, gerum okkur sjálfstæðismönnum og borgarbúum þann greiða að koma framgangi Reykjavíkur og rétta braut hagsældar og framfara á öllum sviðum. Þetta er ástæðan fyrir því að ég býð mig fram í 4. sætið á laugardaginn. Takk fyrir. Takk fyrir Ólafur K. Guðmundsson og þá er komið að Mörtu Guðjónsdóttur. Gjörðu svo vel. Kæru sjálfstæðismenn, það er mikill misskilningur að halda að borgarstjórn Reykjavíkur samanstandi af meinlausum skemmtikröftum. Ef borgarbúar eru almennt enn á þeirri skoðun, þá þurfum við sjálfstæðismenn heldur betur að bretta upp ermar og fletta ofan af óstjórninni. Borgarstjórn Reykjavíkur hefur sólundað útsvarsgreiðslum borgarbúa í gæluverkefni á meðan dregið úr grunnþjónustu og gjöldin hækkuð á öllum sviðum. Skrifstofa borgarstjóra er starfsvettvangur borgarstjórans sjálfs og ætti því að gefa góða mynd af afstöðu hans til ráðdeildarsemi og aðhalds í rekstri. Rekstrarkostnaður skrifstofu borgarstjóra hefur hækkað á þessu eina kjörtímabili úr 165 milljónum í 530 milljónir. Og eftir höfðinu dansa limirnir. Borgarsjóður var rekinn með afgangi allt síðasta kjörtímabil, þrátt fyrir efnahagsáföllin 2008. En á þessu kjörtímabili hefur borgarsjóður verið rekinn með tapi á hverju einasta ári. Á þessu kjörtímabili hafa hreinar skuldir borgarsjóðs meira en tvöfaldast, úr 23 milljörðum í 49 milljarða. Og hverjir borga brúsann? Jú, við útsvarsgreiðendur í Reykjavík. Á næsta ári mun 4 manna fjölskylda í Reykjavík greiða 440.000 krónum hærri upphæð í skatta og gjöld til borgarinnar en hún gerði við upphaf kjörtímabilsins. Það eitt sem nú hefur verið nefnt er frágangssök. En það er af nógu öðru að taka. Aðferð borgarstjórnar af flugvellinum í Vatnsmýri var nú á haustdögum komin á fremsta hlunn með að hafa af okkur Íslendingum yfir umsjón
með einu allra stærsta flugumsjónarsvæði veraldar. Sú umsjón veitir ríflega 100 manns velunnuð störf í Reykjavík og færi þjóðinni hvorki meira né minna en 3 milljarða í gjaldeyristekjur á ári. Ef borgarstjórn nær að hrekja flugvöllin úr Vatnsmýrinni á allra næstu árum, mun það að öllum líkindum kosta byltingu í fólksflutningum innanlands til hins verra. Þær almennir samgöngur sem innanlandsflugið mun að öllum líkindum leggjast af í núverandi mynd og umferð einkabíla óburðuga þjóðvegi landsins mun stór aukast samfara aukinni slysatíðni. Við megum ekki gleyma því að innanlandsflugið eru almennir samgöngur og jafnframt okkar járnbrautarkerfi. Auk þess missir Keflavíkurflugvöllur sinn varaflugvöll, sjúkraflugi verður stefnt í voða sem og öryggi sem lýtur að almannavörnum. Loks má ekki gleyma því að Reykjavíkurflugvöllur eitt fjölmennasti vinnustaður borgarinnar. Störf tengd honum 1200 talsins, enda fara völlin á hverju ári tæplega 500.000 farþega. Af þessum ástæðum hef ég alla tíð staðið vörð Reykjavíkurflugvöll og mun gera það áfram. Þegar kemur að öðrum samgöngum tekur ekki betra við. Borgaryfirvöld hyggjast þvinga 80% borgarbúa úr einkabílum og inn í strætisvagna eða á reiðhjól. Þetta á að gera með því að hægja á allri umferð með gatnaþrengingum og með því að frysta allar framkvæmdir við stofnbrautir á höfuðborgarsvæðinu næsta áratuginn. Slíkan samning gerði borgaryfirvöld við ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur og afsöluðu þar með borginni fleiri tuga milljarða vegaframkvæmdum sem ríkisvaldinu bara sjá næsta áratuginn. Þar með verður hætt við 5 mislæg gatnamót sem annars hefði dregið mjög úr slysahættu og gífurlegri mengun mikils fjölda ökutækja sem bíða nú á rauðum ljósum alla borg. Ég vil taka það fram að ég hef ekkert á móti hjólreiðum eða almenningssamgöngum, en ég alltaf mótfallin pólitískum þvingunum. Þá eru aðrar áherslur nýs aðalskipulags allt of einhæfar og raunar glapræða einskorða alla uppbyggingu í borginni við tiltölulega afmarkaðan hluta hennar. Samkvæmt því á 90% allrar uppbyggingar eiga sér stað fyrir vestan Snorrabraut. Þetta skipulag mun leggja efri byggð og efri hverfi Reykjavíkur á ís til ársins 2030. Við þurfum því að tryggja nægt lóðaframboð í fjölskylduvænum hverfum sem gerir Reykjavík aftur að eftirsóttustu íbúðabyggð landsins. Góðir sjálfstæðismenn, það okkar að koma í veg fyrir það að borgin okkar verði að legókaupum fyrir stjórnmálamenn sem hafa oftrú á skipulagshyggju. Þegar upp staðið borgin okkar rammi lifandi mannlíf einstaklinga af holdi og blóði. Sjálfstæðisstefnan áminning þessi grundvallar sannindi. Við þjónum henni best með því að koma áherslum hennar aftur í öndvegi í Reykjavík í vor. Takk fyrir Marta Guðjónsdóttir. Næst tekur til máls Margrét Friðriksdóttir. Kæri samherjar, fundarstjóri og vinir. Komið sæl, ég heiti Margrét Friðriksdóttir og 2 barna sjálfstæð móðir, grafískur miðlari og frumkvöðlafræðingur á mennt. Ég sækist eftir öðru til 4. sæti á listaflokksins. Ég vil byrja því að þakka meðmælendum mínum traustið og vonast ég til að sjálfstæðismenn og konur líti á málefni mín með jákvæðum hug og fagni því að fá nýja og ferska flóru með frjóar hugmyndir inn í borgarmálin. Ég vil byrja á því að ræða málefni öryrkja og eða þeirra sem eru fatlaðir eða bundnir við hjólastól af einhverjum ástæðum. Þrátt fyrir að nú sé árið 2013 og mannréttindasáttmáli Evrópu verið lögfestur á Íslandi, þá enn mikið og margt sem ábótavant varðandi aðgengi fatlaðra í borginni. Fólk í þessum þjóðfélagshóp á mjög erfitt með að komast sína daglegu erinda vegna hindrana af ýmsu tagi. Þetta tel ég vera mannréttindabrot og byggi ég þá skoðun mína með vísan í 14. grein sáttmálans. Þar kveðið á bann við mismunun. Það er mín skoðun og ég tel samkvæmt lagabálk þessum að brotið sé á réttindum fatlaðra með aðgerðarleysi eða sinnuleysi sem þessi þjóðfélagshópur hefur þurft að þola frá upphafi lagasetningarinnar og sennilega löngu fyrr.
Á þessum forsendum mun ég beita mig fyrir því að stuðla að réttindum og stuðla að viðeigandi mannsæmandi aðbúnað fyrir þennan hóp sem gleymst hefur að hluta til inn í umræðinu finnst mér. Mér finnst persónulega fráleitt að núverandi borgarmeirihluti hafi samþykkt að kristinfræði verði tekin út úr grunnskólum og trúarbragðafræði sett í staðinn. Í þeirri fræði eru kenndar allar trúr og kristinfræðin kennd síðust í röðinni í mýflugum mynd. Þetta finnst mér vanvirðing við börn okkar, land og þjóð. Setjum kristinfræðina fremst í kennslunni, við erum jú stjórnarskrá varin, kristin þjóð, og mér finnst vanvirðing að hunsa það með þessum hætti. Flugvöllurinn í Vatnsmýrinni er hagsmunamál allra Íslendinga, ekki bara borgarbúa. Staðreyndin er sú að svæðið er fallegt og eftirsóknarvert og hafa menn og konur augljóslega verið að gæla við þá hugmynd að hefja þær íbúðabyggð. Þetta tel ég óraunhæft í ljósi þess að ekki hefur ennþá fundist, þrátt fyrir mikla leit á ákjósanlegri staðsetningu fyrir flugvöll, fundist neitt sambærilegu möguleiki. Það er flugvöllinu verður að vera nálægt sjó, má ekki vera nærri fjöllum og vindhæðin verður að vera innan vissra marka. Ég þori að fullyrða að slík skilyrði eru vandfundin í Reykjavík og þess vegna mun ekki finnast betri staður úr því svo komið til ég. Þá þarf flugvöllurinn að vera eins nálægt sjúkrahúsi og mögulegt er. Þær hugmyndir sem fram hafa komið myndu lengja ferð sjúklingsins allt að 3 korterum. Það getur verið lífsspursmál og ætti ekki að vera neinu þóknanlegt. Útigangsfólk á ekki að þekkjast á götum Reykjavíkur. Þetta er smánarblettur á þjóðfélaginu og ekki að líðast í íslensku samfélagi. Við erum einfaldlega of rík til að fólk sé að deyja úr kulda á götum Reykjavíkur. Ég vil tryggja öllu útigangsfólki í húsaskjól og viðeigandi aðstoð ef svo köllun er fyrir hendi. Frumkvöðlastarfsemi er með mjög hugfangi málefni. Íslendinga bera af í samanburði við aðra þjóðir hvað varðar hugarflug og góðar hugmyndir. Þar sem ég hef lagt stund á nám og hlotið diplóma í frumkvöðlafræðum og verið þáttakandi í sprotastarfsemi, þá veit ég af eigin raun að einyrkjar og lítil sprotafyrirtæki, jafnvel með milljarða hugmyndir, eiga mjög erfitt uppdráttar hér í land og borg. Sökum þess hafa oftar en ekki þessir einstaklingar sem standa að baki sprotastarfseminni annarkvort þurft að leggja hugmyndina á hilluna, margir hafa gefist upp vegna fjárskorts, en sumir hafa náð að tengjast erlendum fjárfæstum sem keypt að hafa stóran hlut í fyrirtækjunum. Það er mikilvæg verkefni fjarar úr höndum Íslendinga í hendur útlendinga, sem ekki getur talið skynsamlegt þegar frábæra hugmyndir að ræða. Ég vil stuðla að því að borgin komi meira að stuðningi við frumkvöðlastarfsemina og efla stuðning við lítil sprotafyrirtæki og gæti stuðningurum verið í þá áttina að stuðst er við mælanlegan árangur. Þar sem ég á 2 börn í grunnskóla þá hef ég orðið vör við að það ríkir við stöðnun innan skólakerfisins. Ástandi lýsir sig svolítið eins og snjóbolti sem stækkar og verður að stærra vandamáli ef ekkert verður að gert. Nýir tímar þýðir líka nýjar áherslur. Menntakerfi er þar ekkert undanskilið. Leita þar meira til barna og foreldra til samstarfs og fá álit þeirra. Hverju sé ábótavant og hverju má breyta eða bæta. Þá finnst mér líka mál að skoða hvort fólk geti kosið sem skólastjóra í sínu hverfi. Það er lýðræðislegra og eykur metnaðinn, en núverandi kerfi býður upp á spillingu og metnaðarleysi skólastjórnenda að mínu mati. Kerfið er úrelt og er barn síns tíma. Ef við viljum breyta, þá verðum við að gera það frá grunni. Samgöngumálin og umhverfismálin skipta alla borgarbúa jafnmiklu máli til ég. Það er, við viljum komast leiða okkar eins aðgengilega og fljótlega og mögulegt er. Núverandi borgarmeirihluti hefur unnið þvert á móti þeirri stefnu og telja hana glórulausa. Reykjavík á að vera falleg og aðgengileg borg sem við getum verið stolt af. En fyrst og fremst vil ég láta gott að mig leiða fyrir Reykjavíkurborg og vonast eftir stuðningi sjálfstæðismanna og kvenna í Reykjavík og auðvitað borgarbúa allra í heild sinni. Mér langar að hvetja fólk unga sem aldna til að fara á kjörstað og kjósa á laugardaginn ef þau trú á mig og málefni mín. Það þakka ég fyrir mig, verið heilsæl. Takk fyrir Margrét Friðriksdóttir og þá er komið að Láru Óskarsdóttur. Gjörðu svo vel. Kæru flokksystkinn, fundarstjóri, ég ætla nú að tala um málefnin eins og aðrir hafa gert í kvöld.
en ég er búin að vera að hringja í flokksystkini okkar núna undanfarna daga með mínu fólki og ég ákvað að breyta málefni. Tala bara beint frá hjartanu við ykkur af því að það er það sem fólk gerir við mig í símann þegar ég hringi. Við erum nú kannski ekki vön að hringja í það allra fullorðnustu en sem betur fer þá hringdi ég einn mann sem að sagði með tinandi röddu: ég er 95 ára gamall, ég ligg hérna og ég get ekki kosið þig á laugardaginn, en ég ætla að biðja þig það, hver af ykkur sem verður kosin, að við treystum ykkur. Og þegar ég hugsaði þetta símtal og samtal við þennan mann, þá hugsaði ég það ábyrgð sem við berum. Við erum ekkert bara kosin svona til þess að komast í eitthvað jobb. Við erum kosin til að standa undir væntingu fólks, til dæmis mann sem hefur eytt allri ævinni í að koma okkur sem að eftir komu til manns og byggja þær byggingar sem að við höfum notið og notið skjóls af. Bara alls og foreldrar mínir og foreldrar margra ykkar sem eru hérna inni. Ég er líka búin að tala við yngra fólk og mér heyrist örlítið svona pirraðri tónn í þeim, en eftir því sem að fólk er þroskara að þá finn ég það að þetta skiptir það mjög miklu máli hvernig kosningar það fari í vor. Þegar ég tók ákvörðun að fara fram í 4. sæti núna, var það kannski vegna þess að ég hafði svo mikinn áhuga á ýmsum málefnum. Ég hef áhuga á mjög mörgum málefnum eins og komið fram hérna með frambjóðendum mínum og ég virði þau málefni mjög vel og mikið. En það er líka þessi samfélagslega ábyrgð sem við berum. Við erum stór flokkur og við erum breiðfylking fólks sem kemur úr öllum stéttum og við eigum að standa slík í þeim kosningum sem við förum fram í vor. Ég veit að flokkurinn og þeir sem munu mæta á kjörstað á laugardag, þeir munu sýna það ábyrgð að kjósa það fólk sem að sýnir ábyrgð. Því að til dæmis það ætla að taka flugvöllinn úr og af höfuðborginni, taka þá samfélagslegu ábyrgð sem við höfum gagnvart öðrum íbúum þessa lands, kalla ég óábyrga stefnu. Bara það undanfarna daga, þá höfum við þurft á þessari öryggisbraut að halda. Og það munu koma fleiri svona dagar eins og búin að vera í haust. Þetta er ekki síðasta roki sem að feikti trampolínu mínu í næsta garðinu daginn. Og þetta er miklu meira lífsspursmál fyrir aðra heldur en trampolínu mitt. Þetta getur verið tímaspursmál på líf og dauða fyrir fólki sem býr í þessu landi. Ég er hlynnt í að við keyrum bifreiðar. Ég tel að Íslendingar munu keyra bifreiðar meðan við munum hafa þá tækni yfir að ráða, þangað til að við förum á svifnökkva eða eitthvað annað álíka. En við erum að svífa inn í miklu umhverfisvænni bifreiðar, en til þess að við getum farið borgina stórslysalaust og að fullu öryggi gagnvart börnunum okkar og öðrum vegfarendum, þá þurfum við að byggja upp almennilegar samgöngur hérna í borginni. Það er engin spurning. Þetta heyrir algjörlega til vandræða. Ég er grunnskólakennari hérna í Grafarvogi og keyri úr Laugarnesinu þar sem ég bý og ég er svo bara prísa mínu sæl á hverju morgni að vera að fara á móti umferð því að það kemur alveg hafsjóra bílum á móti mér á hverjum einasta morgni í húsum guðmund góður aumingja fólkið. Það er einhvern veginn séu skemmtilegir hérna í morgunútvarpinu bæði á Rás 2 í bítinu. En þetta er ekkert grín. Við erum búin að missa borgina í 4 ár í eitthvað sem ég tel vera mjög óábyrgt. Þetta kannski búið að vera stundu svolítið fyndið og ég kem nú að þessari kynslóð sem Jón Gnarr hann er úr sama hverfi og sama skóla, en í raun og veru þá þetta í raun og veru eitthvað sem við getum ekkert búið við lengur. Þannig að ég vonast til þess að þið hugsi vel það, allir sem ætla að kjósa á laugardaginn, hvaða fólk það sem getur tekið uppbeygju, því það þarf að gera í þessum borgarmálum. Sjálf á ég foreldrar sem eru látnir, en faðir minn var aldraður maður og ég öfunda engan af því að þurfa að fara í gegnum öldrunarmál hér í Reykjavík. Ég þekki það ekki annars staðar. Þannig að við þurfum að hlúa þessum lið mjög vel og ásamt því það var komið hérna inn á grunnskólan áðan, við eigum mjög góða grunnskóla. Það getur vel verið að kerfi sig eitthvað aðeins fara að býta okkur í orðið svolítið staðanað, en við eigum mjög góða grunnskóla. Ég veit það sjálf vegna þess að ég er fyrsta skipti núna á ævinni að kenna sem grunnskólakennari, þannig ég kem svolítið sem gestur inn í skólan og ég sé að fólk að vinna alveg gríðarlega ötult starf. Við Íslendingar vinnum svo mikið frá börnunum okkar, það verður að vera mjög gott fólk sem tekur við þeim þegar það í skólan komið og við eigum mjög gott fólk. Ég treysti því að
Þið muni setja X við mig í 4. sæti á laugardaginn því ég mun sýna fulla ábyrgð í vor þegar við stígum fram og vinnum borgina. Takk fyrir mig. Takk fyrir Lára Óskarsdóttir. Þá er komið að Karl Brynjar. Ég skal bara að segja þetta sjálfur þig. Já. Karl Brynjar, það ekki? Kristinn Karl Brynjarsson. Þið gjörðu svo vel. Fundarstjóri, góði félagar, ég bið ykkur að afsaka röddina sem að þetta stundum er og þetta stundum ekki. Eins og Óttar vildi sagt hafa þá heiti ég Kristinn Karl Brynjarsson og ég starfa sem verkamaður hjá Ístæki. Ástæða þess að ég ákvað að bjóða mig fram var fyrst og fremst svo að ég hef áhuga á stjórnmálum og brennandi áhuga fyrir því að láta gott að mig leiða. Sem borgarbúi hef ég auðvitað líkt og aðri mína skoðanir á því hvernig ég vil að Reykjavík framtíðina verði. Ég vil að Reykjavík gegni hér eftir sem hingað til lykilhlutverki í samgöngumálum landsmanna allra. Já, ég er eindreginn stuðningsmaður þess að flugvöllurinn verði áfram í Vatnsmýrinni og við hann verði reist samgöngumiðstöð. Ég vil vinda ofan á ný samþykktu aðalskipulagi borgarinnar, enda endurspegla það ekki rétta forgangsráð í skipulagi að mínu mati. Við gerð slíks skipulags skal forgangsráða í þágu ungra fjölskyldna, í þágu atvinnuuppbyggingar og í þágu atvinnuöryggis. Ég tel að slíku sé ekki fyrir að fara í nýsamþykktu skipulagi og þess vegna þarf að breyta því eins fljótt og auðið er, svo raunveruleg uppbygging í þágu ofangreindra þátta geti hafist. Af öðrum málum sem ég vil setja á oddinn er aukið aðgengi fatlaðra, enda er aðgengi fatlaðra í miðborginu og víða annars stærri borginni gersamlega óviðunandi. Ég vil því leggja mitt af mörkum svo að fötluðum verði sýnt þau sjálfsögðu mannréttindi að þeim verði gert kleift að komast leiðar sinnar án teljandi tálmanna. Þá vil ég hafist verði handa við viðhald stofnbrauta borgarinnar og annarra gatna hennar. Vinna þar markvisst að auknu umferðarflæði á og við stofnbrautir. Brýnt er að vinda ofan af fólksflutningum strætó BS allt land á kostnað reykvískra útskriðenda í samkeppni við fyrirtæki í ferðaþjónustu, enda slík starfsemi sem best komin í höndum einkaaðila. Síðast en ekki síst vil ég bæta alla samgöngu við úthverfi borgarinnar og á milli þeirra. Ég vil stuðla að lækkun útsvars og annarra gjalda borgin innheimti fyrir þjónustu við borgarbúa. Þá vil ég að fjármunum verði forgangsraðað þannig að grunnþjónustan verði í forgrunni. Stöðva þar stjórnlausa skuldasöfnun borgarsjóðs, stefna skal að hallalausri fjárhagsáætlun borgarsjóðs árið 2015. Í skólamálum vil ég stuðla að auknu samráði og samstarfi við foreldrasamtök grunn- og leikskóla. Enda sýna kannanir það að traust fólks til skólastarfs væri þverrandi. Stefna þar því í þeim tilgangi að vinna tilbaka traustið, ákvörðunartöku í þeim málaflokki enn frekar í farveg faglegra vinnubragða og samráðs. Einnig þarf að afturkalla ákvörðun núverandi borgarstjórnarmeirihluta bann á kynningu frjálsra félagasamtaka í skólum borgarinnar. Slíkt bann lamar íþrótta og æskulýðsstarf í borginni til lengri tíma litið. Það segir sig sjálft að við brotthvarf kynningar á íþrótta og æskulýðsstarfsemi margs konar í skólum borgarinnar að það grefur undan möguleikum þess að hægt sé að skipa forvarnastarfi þann sess sem nauðsynlegt er. Skynsamlegt gæti verið að afnáma bannsins væri fram í samráði
skóla við foreldra. Einnig mætti vel skoða hvort hægt væri að færa kynningarnar inn í frístundaheimilin. Það geti dregið verulega úr árlegu neyðarástandi við mönnun starfa á frístundaheimilum. Kæru félagar, ef við sjálfstæðismenn sameinumst þessi mál og höfum þor til að taka þeim af festu, þá munum við fá góða niðurstöðu í vor. Baráttan rétt að byrja og eins og ég stend hér, þá ég albúinn þess að heyja þessa baráttu til sigurs í vor. Góða stundir. Takk fyrir Kristinn Karl Brynjarsson. Þá komið að Kjartani Magnúsinni. Hvað ertu? Gjörðu svo vel. Hann með 64 glærur. Mínúta hverja. Svona. Já, formaður Varðar, ágætu félagar, gaman að sjá ykkur hér í kvöld. Bara þegar ég var boðar á fund, þennan góða fund með 16 frummælendum, þá þorði ég ekki annað að taka glæru með mér. Ég held að allir myndu gera það sama, en ég er kannski svo eini. Sjáum til með það. Farið við nokkur atriði. Ísland er að breytast í borg-ríki. Erlendis notum við skilgreininguna, kannski 70-80% landsmanna eru komin á sama svæði, þá er það borg-ríki. 38% landsmanna búið í Reykjavík, 70% á Suðvesturhorninu. Það er rauninni bara spurning tíma, hvenær við verðum að alvöru borg-ríki. Þetta er þróun í landinu og hlutverk okkar í þessari þróun. Við borgaryfirvöld, við eigum að skapa góða umgjörð til búsetu, skapa hér skemmtilega borg. Og það er bara þannig að við erum viðspyrnan í landinu gegn fólksflótta til útlanda. Við sjáum það að fólk streymir að landsbyggðinni til Reykjavíkur eins og gerum allan heim. Fólk streymir út dreifbýli í borgirnar. Það er bara ein borg á Íslandi og það er þessi viðspyrna gagnvart útlöndum sem við höfum. Þannig að okkar hlutverki það að gera þetta mjög góðri borg, enn betri borg og laða þá heim sem fara til útlanda í námið að vinnu, fá þá heim aftur og missa ekki allt fólk til útlanda því að hættan er þetta svo að þá fækki Íslendingum sem við viljum að sjálfsögðu ekki. Við gerum þetta best með því að veita góða grunnþjónustu, við eigum að hafa lága skatta og ábyrga fjármálastjórn. Við þurfum að fjölga búsetukostum ungs fólks, við þurfum að gera sem flestum kleift að eignast húsnæði á viðráðanlegum kjörum. Þetta hefur misheppnast á undanförnum árum, ekki síst vegna þess að húsnæðisverðið hækka upp öllu hófi, meðal annars vegna þess að það var framkallaður hér lóðaskortur fyrir 10 árum og uppboðsstefna í framhald af því. Við eigum að standa við samkomulag sem við gerðum við íbúa uppbyggingu í Úlfarsárdal, við eigum að efla leigumarkaðinn og við eigum að skapa framboð af ódýrum lóðum. Reykjavíkurflugvöllur. Ég er á móti því að flæma flugvallarstarfsemina úr Vatnsmýrinni eins og lagt til í nýju aðalskipulagi. Samkomulagið fræga felur meiri í sig frestun heldur en að þessu verið snúið við. Ég tel að við skulum fráleitt að við tökum undir það hugsun sem þar kemur fram. Það hefur verið fjallað mér á undan mér. Svona 1% af vinnumarkaði Reykjavíkur er á flugvallarsvæðinu, tengist flugvallarsvæðinu með beinum hætti. Það myndi hvergi gerast annars þar í heiminum held ég að margir stjórnmálamenn myndu tala um það með einhverju léttúð að taka burt vinnustað þar sem 1% vinnuaflsins vinnur með beinum hætti. Önnur samgöngumál, hnekkja aðgerðaleysi stefnu Bestaflokksins og Samfylkingar, taka upp samningi við ríkið og fá aftur stórframkvæmdir í vegagerð til Reykjavíkur sem þeir hafa hafnað, efla ólíka samgöngukosti og forgangsraða í þágu umferðaröryggis. Bara með því að gera það, þá er alveg ljóst að við munum fara í nokkur mislæg gatnamót sem fækka slysum og minnka mengun. Við þurfum líka að endurskoða staðsetningu nýrra miðstöðvar almenningssamgangna, þannig að hún þjóni, þetta er svona súper skiptistöð, þannig að hún þjóni öllu höfuðborgarsvæðinu og öllum hverjum Reykjavíkur.
en núna hefur meiri hlutin sett hana án úttektar niður í 101 á Vatnsmýravegi. Sundabrautin, ég sá að ég hef svolítið verið spurður hana. Það auðvitað mjög spennandi kostur, þarna sjáum við allar leiðirnar. Þegar að staðarvalið var gert 2008, þá var að sjálfsögðu bara Icelandic Style, það var dýrasta leiðin var valin og ég var að uppreikna daginn, hún kostar 50 til 55 milljarða. Við þurfum bara að hafa þetta í huga þegar við höldum áfram með málið. Ég sé ekki fyrir mér að það verði farið í Sundabrautina næsta kjörtímabili þessi leið sem kostar þetta. Jafnvel ekki einkaframkvæmd, við þurfum að fjalla það. Og ég held almennt að þessi kosningabarátta sem framundan, hún verði ekki barátta inn á stóru loforð upp á 10 milljarða. Ég held að við verðum að það verði að vera raunhæfri barátta eins og. Menntamálin skipta miklu máli. Við getum svo sannarlega bætt menntun í Reykjavík. Við rekum eitt dýrasta grunnskólakerfi heimi, því miður árangurinn ekki alveg í samræmi við það. Ég held að við getum sagt að við eigum að gera menntamálin að miklu kosningamáli í vor. Þetta kjörtímabil týnda kjörtímabili í framþróun menntamáli í Reykjavík, menn hafa eitt tímanum í orku tíma og orku í rifrildi í stað raunverulegra umbóta. Það voru litlar breytingar. Viðhald skólabygginga hefur verið vanrækt og þarna eru svona 9 lyklar af því sem ég tel að við erum að gera í skólamálunum til þess að bæta þau. Þetta er langdýrasti málaflokkurinn í rekstri borgarinnar. Draga úr miðstýringi, efla inn á tæknimenntun og svo framvegis. Málefni eldri borgara, þau hafa líka setið á hakanum. Við þurfum að tryggja lóðufrí þjónustíbúðir þeirra, fjölga hjúkrunarrýmum og svo framvegis. Það er verk að vinna eftir aðgerðaleysi þessa meirihluta sem við með samstillt átaki munum hrekja frá í vor. Takk fyrir það. Takk fyrir Kjartan Magnússon. Þá það Herdís Þorvaldsdóttir. Gjörðu svo vel. Kæru samherjar og vinir, það gleður mig að fá að vera með ykkur hér í kvöld. Ég heiti Herdís Anna Þorvaldsdóttir og framkvæmdastjóri þyrluþjónustunnar. Ég gift, 3 barna móðir og bý í Grafarvoginum en alin upp í Langholtskverfi. Ég kem úr umhverfi sterkra kvenna og hef getað valið með góðar og sterkar fyrirmyndir í gegnum lífsleiðina. Þar voru fremstar meðal jafningja ömmur mínar, Gunnlaug Hannesdóttir jógakennari og Herdís Þorvaldsdóttir leikkona. Þær voru sjálfstæðar menntakonur og miklir frumkvöðlar. Og svo hún móðir mín, Anna Kristrún Jónsdóttir, sem tók lengi þátt í stjórnmálum og ruddi brautina fyrir aðrar konur, en hún satt síðast í 5. sæti í borgarstjórn í tíð Davíðs Oddssonar. Það var þá sem áhugi minn á stjórnmálum kviknaði fyrst. Ég þó bara nýlega farin að láta að mér kveða og innan Sjálfstæðisflokksins ég líklega þekktust fyrir að hafa starfað í umhverfis- og samgöngunefnd og valdið miklum usla þegar ég mætti á minn fyrsta landsfund fyrr á þessu ári og hélt á lofti baráttu ömmu minnar og nöfnu gegn lausagöngu búfjár. Ég hef mikinn áhuga á umhverfismálum og tel að sá málaflokkur eigi góða samleið með sjálfstæðisstefnunni. Í umhverfi okkar felast verðmæti og hagsmunir og í sjálfstæðisstefnunni felst að það eigi að gæta þeirra. Sjálfstæðisflokkurinn á að taka umhverfismálin upp á sína arma. Borgin hefur því hlutverki að gegna að þjóna íbúum sínum og mæta óskum þeirra en ekki beita þá þvingunum til að uppfylla útópíska sýn ráðamanna hvernig samfélagið ætti að vera. Þegar þeir sem eru við stjórnvölinn hlusta ekki á óskir þeirra sem í samfélaginu búa, óhjákvæmilegt að íbúar kjósi sér að færa sig set. En tölur sína að sú hefur þróunin einmitt orðið. Eitt mikilvægasta verkefnið næst borgarstjórn verður að rétta af rekstur borgarinnar. Það forsenda þess að við getum farið að byggja upp. Það þarf að vinda ofan af kerfinu og forgangsraða verkefnum sem ráðist í þannig að þau þjóni hagsmunum heildarinnar en ekki gæluverkefnum örfárra. Hér þarf að skapa umhverfi sem hvetur til frumkvæðis einstaklinga og fyrirtækja en kæfir það ekki með íþyngjandi reglum, auknum álögum og skipulagsrugli eins og ég hef til dæmis fengið að reyna að öll flugtengt starfsemi í borginni býr við í dag. Sú óvissa sem ríkir framtíð flugmála á Reykjavíkurflugvelli ekki til þess fallin að styrkja þá mikilvægu starfsemi sem þar fer fram.
Samkvæmt nýju aðalskipulagi á að þvinga þann hóp sem kýs að ferðast á bíl til að velja sér annan ferðamáta með því að fækka bílastæðum, þrengja götur og hægja á umferð. Reykjavík er nyrsta höfuðborg heimsins og því allra veðra von. 80% borgarbúa velja að ferðast borgina í einkabíl. Þróunin er svo að bílar eru alltaf að verða umhverfisvænni og öruggari og helstu forsendur þessa þáttar skipulagsins verða því ekki mikið lengur til staðar. Við eigum að geta tryggt öruggar og skilvirkar samgöngur þar sem borin er virðing fyrir tíma og umhverfi borgarbúa og allir komast leiðar sinnar á ánægilegan hátt, hvernig svo sem þeir kjósa að ferðast, gangandi, hjólandi eða akandi. Við ættum að forðast það að einn valkostur sé í boði á kostnað annars eins og stefnan hefur verið undanfarið, þar sem hjólastígar hafa verið lagðir á kostnað akandi umferðar, svo nú er enn meira af dýrmætum tíma borgarbúa eitt í bílnum við að menga andrúmsloftið. Það er ekki umhverfisvænt. Það líður engum vel sem ekki hirðir umhverfi sitt. Reykjavík á að vera hrein borg. Það er heilsusamlegra. Við þurfum að halda við mannvirkjum og þrífa göturnar og opin svæði líka í úthverfunum. Úthverfi Reykjavíkur hafa setið á hakanum undanfarin ár og ég tel að til að sporna við því ætti að veita hverfisráðum aukið vægi í ákvarðanatöku. Þau gætu til dæmis komið að ráðningum skólastjóra í sínu hverfi og ég vil skoða útfærslu á því hvort ekki megi ráðstafa hluta af tekjum borgarinnar beint til þeirra. Ég vil sjá fjölbreytta valkosti í þjónustöðu borgarbúa og frelsi til vals, hvort sem í menntamálum, heilbrigðismálum eða öðrum málaflokkum. Stjórnvöld eiga að hlusta á borgarbúa og bera virðingu fyrir óskum þeirra. Fólk á að fara að velja sér sinn lífstíl. Ef stjórnvöld þurfa endilega að skipta sér af lífstíl fólks, til dæmis vegna umhverfis eða heilsusjónarmiða, þá ættu þau að gera það með hvatningu og fræðslu en ekki forræðishyggju. Ég sýndi það á síðasta landsfundi að ég þori að taka slaginn og er í pólitík af hugsjón. Ég hef margvíslega reynslu og menntun sem mun nýtast mér á þessum vettvangi. Mér þykir vænt Reykjavík og fólkið sem í henni býr og vil að borgarbúar séu ánægðir og stoltir af borginni sinni. Ég hef þá trú að stefna Sjálfstæðisflokksins sé best til þess fallin að svo geti orðið og með mig borð sé flokkurinn sterkari. Þess vegna býð ég fram og ég býð 5. sæti. Takk fyrir Herdís Pálsdóttir. Þá hafa allir sem voru frumræðendur lokið máli sínu og mér langar þó svo að tíminn líði, þá langar mér nú að hleypa nokkrum spurningum að. En áður en það gerist, þá langar mér að biðja ykkur að klappa eins meira fyrir þeim vegna þess að sumir hér sem voru að flytja ræður voru að gera það í fyrsta skipti. Þannig mér langar að biðja ykkur að gefa gott klapp. Þá er bara að gefa merki, hver vil vera fyrstur? Gjörðu svo vel. Þegar maður kynna þig og ekki vera með framsögur, þetta er bara spurningar. Mér langar að koma með eina stutta já-nei spurningu á línuna. Ef hún er stutt? Já, það með málu vexti að það er allir hérna búin að segja meðvitaður það að hverjir kjósa þá. Það er fólkið í borginni. Nú eru vandamál sem í gangi að það er búið kæra alla bæjarstjórn í Hafnarfirði til aðstoða glæpadómstólsins fyrir það að hleypa sýslumanni inn í Hafnarfjörð til að framkvæma ólöglegar aðgerðir. Og spurningin er svo, eru frambjóðendur hérna, myndu þeir þora að taka á svona máli? Takk. Takk. Ólafur. Já, þakka þér. Ólafur Hannesson heiti ég. Virkilega gaman að hlusta á ykkur og bara þeir stóðu ykkur öll bara mjög vel. Nú ætla að spyrja því að það hefur stundum verið velt upp þeirri hugmynd að sameina sveitarfélögum og höfuðborgarsvæðinu. Hver væri ykkar afstaða til þess að sameina sveitarfélögum sem er í höfuðborgarsvæðinu? Takk. Ég ætla að leipa 2 aðrir við bóð. Það er Halldór Frímannsson. Gjörðu svo vel. Ég ætla að fá að bera fram spurningu sem að ég var nú með í gær. Mándaginn. Vil vekja athygli á þessu málefni. Þess vegna ætla ég að bera aftur fram og byrja, ef ég má 3 kannski, svo ég sé ekki nú að tegja mjög aftur lengi, það svara ekki fleiri sko. Ef þetta er sama spurningin sem varst með í gær fyrir ekki Halldór, þá er þetta svolítið já-nei spurning, er ekki? Jú. Já, þá held ég að tökum bara línuna á það. Já, ok. Ég vil fá svar við því hvaða afstöðu frambjóðendur hafa til þéttingu byggðar í
Ártúnsholt í Elliðaárdal. Málið er það að samkvæmt aðalskipulagi þá er meiningin að byggja 50 íbúðir fyrir neðan Seiðarkvísl. Ef þið áttu ykkur á staðsetningunni þá er þetta sem sagt það sem rafstöðvarvegurinn og rafstöðvarhúsið þarna, samkomuhúsið í brekkunni, þannig að þetta er fyrir neðan Árbæjarsafnið og það er meiningin að þétta byggðina þarna algjörlega ofan í dalinn og þetta er að mínu viti stefnir umhverfisslys og af því að ég hef búin að heyra hérna nokkra aðila koma inn á umhverfismál, alltaf einn og beina þessu til þeirra sérstaklega, en ef þetta er já og nei spurningu svo formaður segir að þá ætla ég að fá að þykja það að allir svari, takk. Takk. Emil. Já, takk fyrir Emil og Spilsson heiti ég, takk ykkur kærlega fyrir ágætt erindi. Ég er hérna með eina spurning sem langar að beina sérstaklega til Mörtu og Kjartans, þannig þau setja í síðustu bólun og komin tölvöld nálægt inn máli. Það var hjólað alveg sérstaklega, hvað var að segja, gróflega yfir ýmsa íbúi í Grafarvogi í skólamálum síðasta kjörtímabili og mér mást að vita, bara að spyrja þau hvort að þau sjáu einhvern möguleika á að ná sáttum við íbúi þessum málu og hvernig það verði helst gert. Ef ég má spyrja Ólaf, hvernig sér þú fyrir þér hérna að Grafarvogur muni líta út eftir að búið að leika Sundabrautina, hvort að það verði hérna mikið, hvort að þú sjáu fyrir þér að verði marg skorin í sundur af hérna stofnbrautum og svo lóks að spyrja þá sem vilja og nennar svara, sjáu þið hagi því að auka íbúalýðræði og að íbúa komi að virkara hætti að hérna skipulagi síns nær umhverfis. Takk. Við ætlum að taka fyrsta ránd og hérna við hleypum nokkrum spurningum að til viðbótar þegar þetta er lokið. Bið þá sem svara spurningum að vera stuttorðir og þegar beðir já nei spurningar þá er það einföld spurning, einfalt svar sem það krefur. Þið ráðið hvort þið komið hérna upp eða svarið á sætinu, en við byrjum hérna með einu og Kjartan, gjörðu svo vel. Já, bara svara hérna, ég þekki ekki alveg þetta máli í Hafnarfirði sem það lýsa til og get ekki svarað því hvernig við myndum taka á því. Sameining sveitarfélaga, ég held að það sé sjálfsagt að skoða hana, bara það sem hún á við. Það hefði verið spennandi ef við þetta þessi tilviki Álftanes, þá hefðu þau getað fengið að við hefðu getað fengið að bjóða í þá eins og aðrir og taka önnum mál upp í leiðinni. Þannig að ég held að við bara skoðum til hverju tilviki fyrir sig. Oft talað sameiningu Reykjavíkur og Seltjarnarness, þeir eru með lægri skatt og lægri hitaveitu við, þannig að ég skil ekki að þeir myndi sennilega ekki hafa áhuga á því. Þéttingbyggðar í Elliðaárdal, svarið er nei. Og svo er það skólamál í Grafarvogi, hvernig náum við sáttum við íbúa. Ég held að við bara halda áfram bara þeirri vinnu sem við höfum verið með í gagnvart íbúalýðræði. Á síðasta kjörtímabili það kom upp hugmynd í Grafarvogi sem við bárum fram. Við höfum samráð við íbúa, þeim er sterk ána 90% á mótinni. Þá flyttum við hugmyndin ekki fram, það var alvöru samráð. Þessi meirihluti sem situr núna, hann kom með hugmynd sem var ekki algjörlega ólík og svo hugmynd var bara keyrð í gegn í krafsi við vilja foreldra og íbúa í Grafarvogi. Þannig að ég segi já, við höfum að prófa þetta íbúalýðræði áfram, bara að byggja þess grunni sem við höfum og nefndi bara sem dæmi að við fluttum tillögu í menntaráði, skóla og frístundaráði það að foreldrar hefðu aðkomu að ráðningu skólastjóra, hefðu það umsagnarétt eins og hefur gefist vel í löndum út allan heim. Takk. Og ég ætla bara líka að svara hérna, ég prófaði það eftir ykkur. Hérna, spurningu þinni get ég ekki alveg þetta svara því þetta þekki ekki málavöxtur. Hvað þetta sameiningar sveitarfélag varðar þá þetta hljóta þær ætið að þetta verður til skoðunar bara eftir hvað kemur upp fyrir sinni. Og hérna ég tel að svo ég svari fyrir Kjartan og þetta Mörtu hérna bara aukið samráð við þetta foreldra og bara samvinna með þeim, það geti verið leið til þetta sáttar. Ég vil ekki þéttingu byggðar í Elliðaárdal og ég vil aukið íbúalýðræði. Takk fyrir. Takk. Margrét. Sæl. Fyrsta spurningin, ég er líka sem sammála þeim, ég er ekki alveg inn í þessu sýslumannsmáli, en ég myndi líklegast beita mig fyrir
einhvers konar óréttlæti að spyrja leitist eftir því. Sameining sveitarfélaga, mér líst mjög vel á það. Seltjarnarnesi finnst mér mjög svona áhugaverður kostur og þetta var svona að leitast mér eftir því. Elliðardalinn, byggðina, nei, ég er algjörlega andvíg því. Ég held að við höfum að vernda þessa náttúruperlu. Og já, skólamálum var því bent að mér. Og ekki allir sem fengur annars? Þannig að það var bara komið þetta. Já, takk. Viðar. Halló, frændi. Ég verð nú að svara að segja svo mínir. Ég þekki ekki alveg þetta mál. Ég er ekki með að þú sem betur frá því kannski sköldi. En svona, ef við tölum almennt bankamálinn, þá verður náttúrulega að passa það að það sé ekki verið að beita fólk óréttlæti almennt. Varðandi sameiningu sveitarfélaga, þá tel ég svona í þessari stöðu sem er núna, þá ættum við frekar að einbeita okkur af því að laga það sem aflaga hefur farið hér í Reykjavík, til að mynda hvernig hinn austurhverfin hafa verið vanrækt. Fyrst skulum við hlúa að þeim og þeim fyrir að stækka svæðið. Þéttingum byggðar í Elliðaárdal, þá er ég í innlægni mótfallinn henni. Allavega svona eins stórfelldri eins og hún er í skipulaginu. Varðandi íbúðalýðræði, þá tel ég að það auka það. Það þarf að fara að kjósa meira stóru málin og tala nú ekki þegar að stór mál fara að bitna á íbúðum eins og ég til og með gæst hér í Reykjavík og síkasti. Takk. Ég er algjörlega á móti því að menn brjóti lög og það getur saman sýslum eins og það og ég er okkur feginn því að þetta er þess að ég skilða að þetta sé í farði. Það þarf að koma að þessu. Það var á sameiningu sveitarfélaga, já ég til að skoða það upp á vissu marki. Hún má ekki vera þannig að það sé á kostnað eða það sem er því dreigir úr vægi íbúðana og þá er ég líka að svara hérna spurningu svöngum sem ég er heimtur íbúðalýðræði. Hvað var að Sauðárkvíslina og uppbyggingu þar? Nei, ég er ekki tímpunktur sem skoða frekar breytingu á opnum grænum áhugaverðum þannig að ég er hafna því. Takk. Björn Jón. Já, ég verð að segja eins og hér, ég þekki ekki þetta mál sem var minnst á fyrst en Óli og Rauni varandi sameiningu sveitarfélaga. Nei, ég held að sé ekki aðkallandi að sameina Reykjavík sameinast öðru sveitarfélögum, hins vegar þetta getur verið mjög vænlegur kostur fyrir Reykjavík að önnur sveitarfélög og höfuðborgarsvæðin myndu sameinast og getur veitt henni keppni. Halldór Frímannsson, ég fór að kynnti mér þetta mál hjá stjórn Sjálfstæðisfélags sem ég ákvæði hér og er algjörlega andvígur þessari þéttingu byggðar. Og Emil varandi íbúðalýðræðið að þá er ég algjörlega hlynntur því að það verði tekið með íbúðalýðræðið og ég þekkti til og með þetta málinn í mínu hverfi sem var mjög umdeilt. Mjög Langholtshverfi, deiliskipulagi Sóðamýri sem fjallaði það sem stendur til að reisa moskus og mjög umdeilt. Það er til að mynda mál sem mér er fundist að þetta spyrja íbúa álits. Takk fyrir. Takk. Já, það er sama hér, ég treysti mig til þess að svara þetta sem ég svara þess að ég þekki það ekki. Þetta er sameiningu sveitarfélaganna, ég treysti mig til þess að svara á því. Jú, alltaf að kíkja á það en ég hef náttúrulega vandamálið séð að þau sveitarfélög sem myndum vilja samnast, myndum ekki vilja samnast okkur og þau sem vilja samnast okkur viljum við finnst ekki Svo er það þétting byggðar í Elliðaárdal, nei, ég er alveg sammála því að þetta er alveg rosalega stórt þetta og ég finnst ekki þetta. Myndum vera á móti því, varðandi íbúðalýðræðið auka það, það hefur aldrei verið til skaða að auka það, þannig að já, við því. Takk. Lára. Ég hef ekki þekkingu á hafnarfæramálum, það er því miður, ég get ekki svara því. Sameining sveitarfélaga, ég var nú mikið ætlingum á nesinu, ég sé bara andlitan á það fyrir mér og við erum að ræða þetta sko, þannig að ég ætlum kannski ekki að taka það ekki upp en kannski framtíðinni, verðum við bara eitt sveitarfélag. Ég samt við Elliðaárdalinn og það er mjög sterkar skoðanir þessu. Ég er að berjast fyrir að láti Laugardalinn í friði, þannig að ég skal bara vera með þér í þessu. Þetta er ekki að hreyfa við þessu grænu svæðum. Íbúðalýðræði, þetta er menning sem við erum að koma á, ég er hrifin af henni. Við hefum verið að kvarta yfir þetta sé ekki nógu virt, ekki nógu margir að koma að inn. Ég hef alveg trú á því að eftir bara sem við notum þetta meira, þá verður þetta virka. Takk. Sigurður. Já, ég er tilbúinn að skoða saman sveitarfélag ef það er áhuga fyrir því. Ég er á móti þéttingu byggð í Elliðaárdal og
Já, mér finnst íbúðalíðir að vera mjög fínt og ég tek mikið þátt í hverfisfélög, mínu hverfi og það er rosa fínt að hafa fólk sem með reynslu í hverfunum til þess að leiðbeina mann. Já, með skólamál í Grafunum, ég skrifaði grein um þetta í Morgunblaðinu eða fólk vil sjá mér að skoða þessi mál og það getur kíkt á síðunum mín á Facebook síðunum. Takk. Já, fyrst, Halldór, þú sagði bara aðeins frá þessum daginn. Ég hef langan lista af lögum sem þú vilt að ég lesi og ég er ekki búinn að gera það. En ég þóra að gera það á eftir það. Ég vil kíkja á þetta mál og ég veit eins og ekki nákvæmlega út af þetta gengur sem ég er búinn að lesa þennan lag á. Sameining sveitarfélaga, ég held að það sé ekki alveg tímabært. Við eigum að taka saman með okkur sjálfum fyrst, taka til hjá okkur, en alveg skoða það. Varðandi 11 á dælinn, þá náttúrulega kom fram að ég ólst upp við 11 og við 11 á dælinn og óvermætt 11 á bíl. Emil, Sundabrautin. Ég er búinn að skoða það mál svolítið. Ég hef miklar efasemdir hana. Hún er ekki held ég á borðinu næsta kjörtímabili. En alveg saman hvað við gerum, að þá eigum við að setja þetta allt sem er umferðarmódel og skoða þetta faglega, hvort við þurfum hana, hvenær við þurfum hana og hvernig hana á að liggja og hvernig hana á að tengjast. Ég vil ekki hreyfa mig með Sundabraut fyrir þetta leggur fyrir. Íbúðalýðræði, aftur ég með minn. Við áttum nú mikla reynum landsámarlóðin og annað slíkt. Íbúðalýðræði klárlega er eitthvað sem ég vil sjá aukast. Takk. Já, ég þekki ekki heldur málið í Hafnarfirði, en var þetta sameining sveitarfélaga, þá finnst mér alveg sjálfsagt að skoða það einhvern tífleikna. Það þarf þá að vera náttúrulega íbúar í sveitarfélaginu séu, það þarf að vera kosningum það í sveitarfélaginu finnst mér. Og ég er ekki alveg samfærið það að síðan þetta öll sveitarfélaginu höfuðborgarsvæðinu sameinist í Reykjavík. Aðalskipulagið við 11 árnar, það er náttúrulega ekki búið að samþykkja aðalskipulagið held ég, það er bara komið til auglýsingar, þannig að það er náttúrulega hægt að senda inn tillögur. Ég er ekki alveg búinn að skoða hvernig þetta verður þarna en mér sjálfsagt að skoða allar vel rökstuddar tillögur það sko. En almennt sé ég í sammála hérna þegar. Skólamálin, ég held að sameining skóla sé í góð hugmynd en hún hefur kannski verið útfært, kannski vitlaust á mörgum stöðum. Það veit ekki margir besta dæmið sameiningu skóla sem að tókst best á Íslandi var í Kópavogi. Það var sameining Hjallaskóla og Digranesskóla í Álfaskóla. Það hefur sparað sveitarfélaginu Kópavogi í gríðarlega peninga. Þannig að ef þetta gert rétt þá held ég að þetta getur verið gert vel. Já, íbúðalýðræði auðvitað, það er bara frábært. Takk. Já, takk. Ég segi eins og aðrir, ég hef enga sakkingu á máli í Hafnarfirði, en ég er algjörlega á móti afskiptum sýslumanna á ríkisins og ég vil að fólk hafi frelsi til að gera þetta mál, þetta er eitthvað ólöglegt og auðvitað myndi við beita okkur ekki og vita að rauðingir geti sagt það. Það er gott að ég það. Og svo er það með sameiningu sveitarfélagana. Sko, það er heilmikið sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu núna. Og það er einhvern veginn sem mótað inn í rammafélag sem heitir Samband Sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, þetta er samtök Sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Og þessi samtök vinna meðal annars að svokölluðu svæðisskipulagi sem fjallar einmitt um það sem maður væri hugsanlega að fá út úr sameiningu. Þannig að ég held að þessi vinna sé algjörlega byrjunin á fyrsta skrifið hugsanlega að þeirri hugmynd ef hún er sniðug að sameinast. En þarna ætlum að náum við kostunum einhvern veginn í gegn. Við held að þetta sé mjög góður vettvangur fyrir sveitarfélagi. Eins og margir hafa talað aðeins, þá er ekki búið að samþykkja aðalskipulag. Það var samþykkt á sínum tíma að senda það í auglýsingu. Senda það til borgarbúa, þannig að þeir getur gert athugasemdir við aðalskipulag. Það var það sem gerðist, ekkert annað hefur gerst. Þannig að þær tillögur sem liggja fyrir núna eru drög, við þar hafa komið hundruð athugasemdar og við þurfum að fara yfir þær allar, meðal annars, þetta mál í Elliðaárdalnum og skoða rækilega hvernig við ætlum hvaða athugasemdir við ætlum að gera og hvernig við viljum í rauninni breyta þessu. Ég ætla að sleppa skólamálunum af því að það eru margt á hjartan sem að segja þau.
og að sjálfsögðu þetta auka íbúalýðræðið. Við erum með leiðirnar, við erum með tæknina, fólkið tilbúið, við erum sein að nota í rauninni þessa tækni, allir í rauninni vilja taka þátt í því, hins vegar verðum við að ramma ofboðslega vel inn hvernig við ætlum að gera þetta. Ég segi fyrir mitt leyti, nú búið að vera í 4-5 ár eitthvað sem heitir Betri Reykjavík og ég veit ekki hvort að þið hafið notað. Ég hef verið svona fordómafull gagnvart þessu kerfi vegna þess að Bestiflokkurinn kom hjá. Ég mun ekki geta alveg verið þarna svona frjáls eins og ég kannski annars staðar á netinu. En það er alveg, það er ágætis hugmyndir þar. Það er koma inn á borð hjá ráðanum í Reykjavík og þannig hefur fólk tækifæri til að koma málum á dagskrá. Mjög sniðugt ljóð. Hins vegar hafa þau verið afgreidd alveg afleiðlega. Þeim nánast út á borðinu. Það er alltaf sagt, já, þetta mál í vinnslu eða þá ekki við, eða eitthvað slíkt. Þannig að þetta er basically ekkert íbúalýðræði. Þannig að ef við ætlum í alvöruna að þetta fram, þá verður það að ramma það óbúslega vel inn. Miklu betur en hefur gert. Takk. Björn. Já, Halldór, þú varst að segja mér frá þessu hafnarmáli hefði byrjuð fundan og ég þekki nú ekki alveg nógu vel en ef eitthvað svo ósangjarn í gangi þá náttúrulega eigum að skoða við það. Spurning. Nú, Ólafur, þú varst að tala sameiningu sveitarfélaga, já, mér finnst sjálfsagt að skoða þetta og ef að þetta kemur upp á góðu kostur en eins og við komum fram í það mörgum að við að skoða þetta hjá okkur líka, eins og með efri hverfi, það við að taka hans til. En ég alls ekki á móti því að skoða sameiningu sveitarfélaga hér á höfuðborgarsvæðinu og ef það kemur upp, þá erum við að gera það. Halldór Frímanns talaði þéttingu byggðar Elliðaárdal, ég minn nú áður skilt sem árbæðings að ég er neikvæður á það og er runni mótið í. Nú við vitum það, sem Elliðaárdalinn, þetta er mikil útlistapartís og það eru 46% Reykvíkinga sem koma þarna einu sinni eða oftar í dalinn á hverju ári og við þurfum að vernda hann og passa vel upp á hann. Skólamálið, já, einnig komið það Marta og Kjartan sem að fara menntamegið það nú auki íbúðarlýðræði eins og einnig talaðum þá er maður sjálfsögður tengdu því og það er ekki alveg bara kjörið eins og þetta í Elliðaárdalnum með þetta þessi kosið þetta og ég er mjög tengdu því að auknuð íbúðarlýðræði. Takk. Marta. Já, Halldór, ég þekki ekki niður eftir til þíns máls, þannig að ég get ekki tjámið það, en ég vil gætna kannski fá bara upplýsingar eftir fundin, nánar það. En Ólafur, þú talar um sameiningu sveitarfélaga. Ég segi við að byrja því að taka til heima hjá okkur og láta það reyna og sýna borgarbúið fram á það að við getum rekið þessa borg almennilega. Áður við verum að huga því að sameinast öðru sveitarfélagi. Ég held að sé reyndar kostur að hafa ákveðna samkeppni við önnur sveitarfélagi. Og það veiti okkur aðhald að hafa þessa samkeppni frá öðrum sveitarfélögum. Varðandi Elliðaárdalinn, þá er ég alveg á móti því að það verði þéttbyggðar. Við erum með einstakt útivistarsvæði, við erum með laxveiði á sem er í gegnum borgin okkar sem er bara einstakt í Evrópu og við verðum að passa upp á það að ganga ekki á þessa náttúru paradís. Ef þú spurðir sameiningarnar í Grafarvogi, það var ótrúlega yfirgangur sem borgaryfirvöld sýndu í því máli. Það var ekkert hlustað á íbúana, það var ekkert hlustað á 12.000 mann sem skrifið undir mótmæli á mótmælasíðunni börn.is og ef við komumst til valda, þá vil ég setja það í fólkinu í Grafarvogi og að það fái raunverulega þessi mál að segja og hvernig þau vilja hafa þessu skólamál. Við gerðum það reyndar á síðasta kjörtímabili þegar það til stóð að koma á fót unglingaskóla við Rimaskóla og það var fallið frá þeirri hugmynd einmitt vegna þess að íbúarnir vildu að ræða þessi mál við borgaryfirvöld og við vildum hafa samráð við þau. Það er ekki nóg að vera með íbúalýðræði og tala um það á tillitugum, við verðum að sýna það í verk. Takk. Herdís. Halldór, spyr hvort við myndum þora að taka á máli eins og þessu nefnafélag
og enn og aftur, eins og margir aðrir þekki ekki málið, en það verður ekki vegna kjarkleysis ef ég beiti mér ekki ákveðnu mál. Ólafur, afstæð til sameiningar sveitarfélaga. Ég sjálf ekki hrifin af mikilli miðstýringu, þannig að það þurfti að vanda mjög vel til þess verks ef það hefði farið til miklar sameiningar og ég sé það ekki náðan í framtíð. En varðandi stór skipulags málum ætti að varða ennþá meira heildrænt á málinn telja. Og það sé nú það þegar fyrir þessu ástöðu. Og Halldór varðandi afstöðu til þéttingarbyggða í Ártúnsholti. Þá, nei, ég ekki hlýtt þéttingarbyggða þar af því að ég telur verður á varðveita svona náttúruperlur og svona sérkynni sem borgin hefur yfir það viðkvæmt svæði og það er að valda sig en maður hlutur í nákvæmlega það. Og Emil Grái, þá var það varðandi íbúðalýðræði, já, ég vil endilega breyta íbúðalýðræði sem svo. Takk. Aron. Halldór, sama. Ég veit ekki nákvæmlega hvaða málið það var, en þú spyrð undir lokin skiltir sem ég held ég að náði rétt, þá spurður myndir þú berjast á móti ranglæti. Og það er já, það er ég auðvitað og held ég að við stöndum öll fyrir því. Varðandi sameiningu sveitarfélagana þá sé ég ekki að það sé þörf á því í augnablikinu. Því að nú þegar að þá þurfum við að taka bara til hjá okkur. Samkeppni er mjög góða og ef við myndum sameina alla höfuðborgina undir eitt svæði þá byrjum við bara að benda punkt á hvort annað, þetta verður bara vesend. En aftur á móti gæti ég alveg sé það að kannski velja ákveðna sjálfstæðismenn þegar við taka Garðabæinn eða Seltjarnarnes með þessu. Nei, það er ekki gætist þetta, þá þurfum við að fyrst að taka til hér hjá varðandi Elliðaárdalinn. Ég uppalinn í þessu margnefndu Seyðisfirði, þannig að kannski eðli málsins samkvæmt, þá þykir mér óbúslega vænt þetta svæði. Þetta er eitt af þessum grænu svæðum sem við þurfum að passa upp á. Umhverfismál eru ekki undirflokkur undir neinu. Umhverfismálin eiga að vera að bera það hátt undir og þar er grænu svæði mikilvægt, sérstaklega Elliðaárdalinn. Íbúðalýðræði, eins og ég kom inn á í framsögninni minni áðan, að þá tel ég að við þurfum að virka íbúðalýðræði meira og við þurfum að nýta þessi verkefni eins og betri Reykjavík og betri hverfi til að tækla líka stærri mál. Takk. Það er nú eins og oft áður að þá brennum við inn á tíma því miður og ég veit að það eru nokkrar spurningar hér í salnum en ég ætla ekki að hleypa fleiri spurningum að. En ég hvet ykkur þó til að spyrja frambjóðendur hér bara loknum fundi. Ég er andviss það að þau hlaupa ekki öll út í einu, þannig að grípið við út í hurðina, út í dyrnar. En mér langar að hvetja ykkur til þess að kynna ykkur og taka með ykkur blaðið hérna, framboðsblaðið Varðar sem liggur hérna frammi með ykkur heim. Og svo hlakka ég bara til að sjá ykkur mörg hver á laugardaginn í kosningunum, hvet ykkur til þess að taka þátt og taka afstöðu. Og ég býð ykkur bara góðrar heimferðar. Takk fyrir komin og takk fyrir fundi.